Já, velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudagskvöldi að vori til. Hér við Rauðaborðið, það margt í boði í kvöld. Hérna aftast í þettinum að þá ætla ég að halda áfram svona tilraunamennsku minni með því að endurnæra svona hið opinbera samtal. Við höfum leitað í bensínstöðvar og kennarastofur og munum fara inn á kaffi og svo fleiri. En núna ætlum við að ná endurnýjun með því að fara að eldhúsborðinu á heimili þeirra Helgu Völu Helgadóttur, lögmanns og Gríms Atlasonar, framkvæmdastjóra Geðhjálpar. Með þeim kemur Ásta Júlía, dóttir þeirra, Grímsdóttir, sem körfuboltakona. Og ég ætla aðeins að ræða við þau það hvernig þau tala samfélagsmál og bara samfélagið við eldhúsborðið heima, hvaða gildi það hefur að fjölskyldan sé að ræða saman hluti. Þeir eru að tala saman, ef ég skil það rétt, líka bara á Facebook, með alls konar hópa utan fjölskyldusamtalið. En ég ætla að fá þau hingað til þess að ræða aðeins samtalið sem við eigum hér og þar í samfélaginu, en líka bara það sem að frétta í dag. Kannski munum við ræða mestu forsetakosningar. Mér finnst það svona þegar ég hitti fólk á förnum vegi að flestir hafa áhuga á að skella sig bara strax í umræður spennandi og áhugaverðar forsetakosningar. Sjáum til hvað kemur út úr því. En áður en að því kemur að þá mun Björn Thorlacius fá hingað Völu Hafstað sem að skrifaði grein kyn og tungumál, kynlaust tungumál og gagnrýndi það mikið, taldi að það væri verið að grafa undan íslenskunni. Þessi grein hennar fór víða og margir sem hafa verið að tjá sig það og Björn náði Völu hingað að Rauðaborðinu og ætlar að spjalla við hana þetta, þennan heita pistil sem hún skrifaði inn á Vísi. Áður en að hún kemur þá mun Vilhjálmur Birgisson koma hérna. Ég býst ekki við að hann sé í ánægður með Seðlabankann sem ákvað að halda stýrivöxtum hér fáránlega háum, 9,25% í 6% verðbólgu, sem að þýði það að stýrivextirnir eru með raunvexti upp á 3%, húsnæðislánin líklega með 5 eða 6% raunvexti, yfirdráttarlánin ykkar eru líka komin í 10 eða 11% raunvexti. Þetta eru langhæstu vextir í heimi. Vilhjálmur var á öðrum í verkefnishreyfingunni að semja hér áramótin, hófstilltar launahækkanir með því að markmiðið að verðbólga myndi lækka, sem að hún hefði einhver leyti gert, og ekki síður að vextir myndu lækka. Það væri tilefni fyrir Seðlabankann að fara að lækka vexti, en hann bara gerir það alls ekki. Og við sjáum til hvað Vilhjálmur segir, en ég ætla að spá því að hann sé ekki hress með Ásgeir Jónsson og félaga upp í Seðlabanka. Björn Thorlacius ræðir við hann hérna eftir örstutt hlé. Við ætlum að skjóta inn nokkrum auglýsingum, en áður en að því kemur þá ætla ég að minna ykkur á að samstöðin tilraunaverkefni sem við erum að smíða saman hérna, við sem erum að búa til þætti hérna megin myndavélana og hinum megin senda út. Hugmyndin sú að hægt og bítandi getum við búið til öflugan umræðu vettvang hérna á samstöðinni við þetta rauða borð og í öðru þáttum. Til þess þurfum við að fá aðstoð ykkar, mörg ykkar hafa gerst áskrifendur. Það kostar 2.500 krónur sem að þið leggið til samstöðurinnar í hverju mánuði. Fáið þá allt efni sem við búum til, en líka tækifæri á að við höfum afl og þrek til þess að búa til enn meira efni. Við vitum það af reynslu að það eru margir þarna úti sem að hafa kannski fyrir löngu ákveðið það að gerast áskrifendur og telja það að vera bara mikilvægt skref til uppbyggingar á lýðræðislegu samfélagi með öflugri umræðu að leggja til eitthvað til samstöðurinnar. Því sem að eru löngu búin að ákveða þetta en ekki hafa látið verða að því, ég hvet ykkur til þess að kýla á það, að fara inn á samstöðin.is, þar hnappur sem ástendur áskrift, þar getið skráð ykkur fyrir 2.500 krónum. Þið megi borga meira þið viljið og því sem að kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið og það er alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Vonandi verður það þannig að eftir kannski 2, 3, 4 ár í þróunarstarfi hérna í þáttunum sem að við erum með og því sem að okkur langar til þess að bæta við fréttum og öðru slíku hér. En kannski eftir 2 eða 3 ár að það verður samstöðin öflugur fjölmiðl í eigu áhorfanda, áheyrenda og lesenda. Við sjáum til hvort þú komist á leið, en leiðin vörðuð áskriftum ykkar. Allt sem við sjáum hér og heyrið í boði áskrifenda og við þökkum kærlega fyrir aðstoðina. Við ætlum að skjóta inn örstuttum auglýsingum og svo kemur hann Björn Thorlacius og sest í þetta sæti. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað.
og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign, því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, þið ykkar sem fylgist með fréttum hafið ef þið vill orðið fyrir vonbrigðum með ákvörðun peningastefnu nefndar Seðlabankans í morgun sem enn skirrist við að lækka vexti. Þeir hafa staðið í 9,2% í heilt ár og traust til Seðlabanka mælist ekki gott. Við sjáum það í könnunum og sérstaklega náttúrulega hinnum skuldsettu blæðir mjög. Það hafa verið viðbrögð frá ASÍ í dag þar sem þessi ákvörðun hörmuð og við ætlum að fá hérna sjónarhorn verkalýðsleiðtoga til að tjá sig, sem komin hingað til þess að tjá sig þessa stöðu. Vilhjálmur, velkomin. Já, takk fyrir það. Hvernig slær þetta þig? Í fyrsta lagi kom þetta þér á óvart að ekki skildi vera komið á móts við ykkur sem að voruð að semja hérna ekki alls fyrir löngu þegar í trú að verðbólgan væri á niðurleið og vextir færi niður? Já, ég held að þetta hafi ekki bara komið mér á óvart, heldur ég algjörlega yfir mig bit á því að Seðlabankinn skuli hafa tekið á ákvörðun að láta vextina standa óhaggaða núna því að næsti stýrivaxta ákvörðunardagur ekki fyrir ef ég man þetta rétt, í lok ágúst og menn verða að hafa það í huga að hvað hefur breyst á undanförnum mánuðum, þá liggur náttúrulega svona beinast fyrir að rifja upp það sem að verkalýðshreyfingin gerði í mars, þar sem að við tókum ákvörðun að semja með hófstilltum hætti til 4 ára og ekki bara semja með hófstilltum hætti, heldur fóru við í einu og öllu eftir því sem Seðlabankinn hefur verið að gagnrýna verkalýðshreyfinguna fyrir á undanförnum árum og áratugum. Það í fyrsta lagi að vera ekki að semja til langstíma og að innihald samningana rúmist ekki fyrir innistæðu í raun og veru fyrirtækja. Þarna fórum við bara eftir þessu og ástæðan fyrir því að við gerðum það var fyrst og fremst vegna þess að við sáum mikinn ávinning í því að sjá verðbólguna fara niður með því að leggja okkar á mörkum og sjá síðan vextina fylgja hratt á eftir lækkun verðbólgu. Núna hefur verðbólgan, ef við tökum bara frá því í september í fyrra, farið úr 8% niður í 6% og í síðasta mánuði lækkaði verðbólganum tæpt 1% og við komum núna niður í 6%. Þrátt fyrir þessi teikn þá bregst Seðlabankinn ekki við, fer ekki eftir því í raun og veru sem hann hefur verið að gagnrýna okkur fyrir, sem að semja með hófstilltum hætti til langs tíma og ekki bara það, heldur liggur fyrir að þegar að hagvöxtur skoðaðar á Íslandi núna síðustu 2 árin, því að eitt af því sem að Seðlabankinn horfi mikið á mikill hagvöxtur þegar hann að taka ákvörðun það hvort hann að hækka eða lækka stýrivexti eða láta það standa óbreytta. Tengt þenslu. Tengt þenslu, hárrétt. 2022 hagvöxtur 8,9%.
í hæðstu hæðum og sem að þýðir bara mannamáli að það er mikil þensla í íslensku efnahagslífi og þá er oft á tíðum svona kannski eðlilegt að hann sé með vextina hátt uppi til að draga úr þessari miklu þenslu en í fyrra þá fer hagvöxturinn niður í 4,1% og nota bene, núna eru greiningaraðilar að spá fyrir árið 2024 að hagvöxtur verður komin hér niður í 0,5 eða 0,9%. Ég sá á blaðamannarfundi Seðlabankans í morgun að Seðlabanki sjálfur gerir ráð fyrir að hagvöxtur verði 1,1% á þessu ári og taktu eftir í síðustu spá Seðlabankans bara fyrir örfáum mánuði síðan að þá gerðu þeir ráð fyrir 1,9%, þannig að þeir eru að lenda. Ég hef bara áhyggjur af því, að þessi hávaxta stefna Seðlabankans sé í raun og veru að keyra hagkerfi hjá okkur bara í kulnun, bara í frost ef að þannig orðið komast, þar sem að byggingar, verktakar og aðrir aðilar sem að þurfa hér að halda við byggingar þörfinni 3500 íbúðir á ári er talað að þurfi að byggja hér bara til að mæta þeirri eftirspurn sem er. Núna í þessu hávaxta umhverfi sem við erum með þar sem að vextirnir eru þetta í kringum 11% og ég man nú bara ekki hvað framkvæmda vextir byggingaverktakar, ég held að bara þeir geti jafnvel numið 14-15% til skamms tíma. Þannig að það segir sér sjálft að þessir aðilar munu halda að sér höndum og ég vil vekja sérstaklega athygli á því að íslensk heimili skulda 73% af landsframleiðslu sem að gerir þá 3.200 milljarða og þetta miðast við árslóki fyrra og fyrirtækin skulda 74% af landsframleiðslunni sem eru þá 3.400 milljarðar, 3.200 heimilin og 3.400 milljarðar hjá fyrirtækjunum. 6.600 milljarðar. Já, þetta þýðir bara það að 1% hækkun vaxta er hvorki meira en minna heldur en 66 milljarðar. Já. Þetta eru gríðarlegar upphæðir sem að þarna eru undir og skiptir ofboðslegu máli að vextirnir fari niður því að þegar að Seðlabankin er að til dæmis að tala það að sé mikilvægt að fyrirtækin varp ekki sínu vanda út í verðlagið og þeim launahækkunum sem var samið, þá er honum í lófa lagið til að aðstofa fyrirtækin við það. Að þurfi ekki að gera það með því að draga úr vaxta gjöldum fyrirtækja með því að lækka vextina. Og ég var að fundi í Hörpunni núna daginn sem að samtök atvinnulífsins héldu kjarasamningana og svona framtíðina og vextirnir báru þar eðli málsins samkvæmt á góma og þar var Finnur Oddsson forstjóri Haga með erindi þar sem hann nefndi sérstaklega að 1% launahækkun, þetta er 1% launahækkun kostar Haga 160 milljónir en 1% vaxtahækkun kostar Haga 200 milljónir. Vegna þess að Hagar skulda 20 milljarða og 1% af því eru 200 milljónir og ég fór nú að skoða því ársreikning Haga og sá að vaxta gjöld Haga á milli 2022 og 2023 jökust einhverja 700-800 milljónir sem eru gríðarlegar upphæðir. Þannig að Seðlabankinn hefði getað stutt við fyrirtækin til að minnka líkur á því að þeir þyrftu að varpa sínum hækkunum út í verðlagið með því að draga úr fjármagnskostnaði þeirra. Og gagnvart heimilónum að þá er þetta náttúrulega bara grafalvarlegt mál. 50 milljóna króna húsnæðislán, rektu það hans fyrir okkur? Já, 50 milljóna króna húsnæðislán sem er kannski með fasta vexti núna. Við getum bara, ef við tökum bara svona, ég nú að reikna þetta bara hérna í huganum núna, sem er með fasta vexti núna og meðaltals föstu vextirnir sem er að losna flestir núna á þessu ári eru kringu 4,5%. Núna eru vextir bankana þannig að þeir eru tæpum 11%. Þetta þýðir til dæmis að vaxta gjöld á svona láni færi kannski úr svona 230-40.000 upp í svona 500-600.000. Þetta eru svona upphæðir. Þetta eru gríðarlegar upphæðir. En það sem Seðlabankinn mun gera með
með því að lækka ekki vextina og gefa fólki færa á því að vera áfram í óverðtryggðum vöxtum er að það mun ýta öllum heimilunum yfir í verðtryggð lán sem að mun leiða til þess að stýrivaxtatæki Seðlabankans hættir að virka. Akkurat. Það hættir að virka þegar þú ert settur yfir í verðtryggðu lánin. Þetta hefur Seðlabanki sjálfur sagt og taktu eftir að frá 1. júní á þessu ári til 1. nóvember á þessu ári þá munu eða yfir 300 milljarðar hjá skuldum heimilana losna eða losna úr því að vera á föstum vöxtum yfir í breytilega vexti þar sem að þessar stóru tölur þar sem að vaxtabyrðin mun rúmlega tvöfaldast á einni nótt. Og sá sem kaupi sér lengri líflínu með því að fara yfir í verðtryggð lán, hann kannski kemst frá mánaðarlegri afborgun við illanleik en það náttúrulega gengur þá ekkert að vinna gegn höfuðstóli lánanna og maður segir fyrir sér að þetta ástand heldur svona áfram að þetta velti byrðum yfir á hina öldruðu að í stað þess að eins og við vildum hafa það að margir Íslendingar nú jafnvel í 2 vinnum til þess að brúa bilið og það svona kannski fyrst þegar þú nálgast eftir launaaldur sem þú ert farin að eiga húsið þitt kannski eða íbúðina þína mestuleyti skuldlausa en þetta eiginlega alveg bara með ólíkindum líka sko með lit til þess þegar við horfum á vaxtastefnu í öðrum löndum í kringum okkur. Við skerum okkur algjörlega úr frá öllum ríkjum, samanburðaríkjum sem við erum með hér. Annað sem að vekur undrun mína er að síðast fyrir mánuði þegar bankinn lækkaði ekki vexti eins og marga hafði dreymt þá tók ég svona skrens á pólitískum foringjum inn á Alþingi. Ég hringdi í þingmenn, formenn stjórnmálaflokka. Það var eins og að þar væri ekkert andof gegn þessari peningastefnu. Það eru engin ljós kveikt hjá þessu ágæta fólki og ég er í viðtali á MBL í morgun út af þessu og ég segi þar berum orðum og hef hugsað þetta mikið að stjórnmálamenn þeir geta ekkert haga sér eins og strútar lengur gagnvart þessu og stungi bara höfðun í sandinn og látið sem ekkert sé að gerast því að taktu eftir að þegar að 5 manna nefnd sem peningastefnunefndin, hún hefur ákvörðunarvald til þess að færa, segjum að hún myndi hækka vextu 1%. Þá hún að færa bara hjá fyrirtækjum og heimilum 66 milljarða á milli. Og hugsaður ef að Alþingi Íslendinga væri með ákvörðunu sínum kannski að leggja 66 milljarða á heimili og fyrirtæki. Hvað heldur að myndi gerast? Hvað heldur að myndi gerast? Þannig 5 manna nefnd sem haga sér eins og bara, hvað ég segi, ég er ekki að tala illa knattspyrnudómara, en ég seti þetta í samhengi að knattspyrnudómarinn sem er að dæma leik sér brot svo þegar það er skoðað vel og rækilega þá dæmdi hann vitlaust. Þannig að hann þarf eiginlega í raun og veru ekkert að rökstyðja það að hann bara dæmdi svona og rökstuðningu Seðlabankans fyrir svona ákvörðunum sínum er oft svona 1 A4 blað þar sem að kemur fram kannski óvissa í Grindavík, óvissa vegna kjarasamninga og mikill hagvöxtur og svo framvegis. Ég segi stjórnmálamenn, þeir geta ekki lengur látið það átölulaust að svona skattlagningarvald, ég kalla þetta bara skattlagningarvald sem að þessi 5 manna nefnd hefur, sem er ekki einu sinni kjörin af þjóðinni, heldur hún skipuð af stjórnmálaflokkunum og ekki bara það, og ég fjallaði það í þessari grein í vitali í morgun við MBL, að mér finnst það stórundalegt að 2 af þessum 5 nefndamönnum sem sitja í peningastefnunefndinni þeir búa ekki eins og á Íslandi. Þeir eru ekki inn í íslensku raunveruleika í dag. Þetta fólk er erlendis og fólk með svona mikil völd að færa fé á milli skuldara til þeirra sem eiga féð. Mér finnst það lágmark að þetta fólk hafi búsetu hér á landi
og sé inn í íslensku raunveruleika. Og segir það ekki líka einhverja sögu að einn ætlaði að sjá ljósið og vildi lækka og hann er það bara fallin fyrir borð. Hann er fallin fyrir borð. Hann reyndar kom og sagði að þetta er Gunnar Jakobsson ef ég mann þetta rétt. Já. Og hann segist reyndar að það hefði ekki verið ástæðanildur, hann fengi annað starf hérna. Það er svona íslensk svar til þess að halda áfram í sátt og samlyndi við í samfélag. Íslenska svarið svona til að reyna að rugga ekki einhverju bátum, en það er alveg rétt. Gunnar Jakobsson hefur tvívegis þegar fundargerði peningastefnunefndar eru skoðaðar, þá hefur hann tvívegis lagt til að lækka hér stýrivexti 0,25% og hann meðan annars í rökstuðningi sínum nefnir til dæmis langtíma kjarasamningan og annað slíkt. En þarna eru 4 aðilar sem eru á annarri skoðunum og halda þeim óbreyttum og það eru bara 3 aðilar sem að í raun og veru geta haft þessi áhrif því að þetta er bara meiri hluti sem ræður í peningamálunefndir hvaða leiði farin á hverju tíma fyrir sig. En mér finnst þessi vegferð sem að Seðlabankinn er á vera algjörlega fyrir neðan allar hellur. Og stjórnvöld segja pass. Og finnst þetta svo þægilegt, skilur. Það er nefnilega málið. Í mínum huga eiga það að vera kjörnir fulltrúar sem að hafa svona óðbóðslegt valdi eins og peningamálastefnunefnd hefur. Það getur vel verið að þetta sé eins í öllum löndum og þetta sé bara svona, sé þetta bara. En mér finnst það mjög undarlegt að þú getur nánast staðið upp á hól og hort í Færeyja. Og þar stendur kannski neytendur til boða húsnæðislán til 30 ára á 4-5%. Óvertryggt. Hér eru við 11%. Já. Og þegar er verið að tala norræna vinnumarkaðsmódel og við þurfum að gera þetta svo normenn og svo framvegis, byrjum á réttum enda. Já. Byrjum á því að bjóða íslensku neytendur sambærileg lánakjör og gengur að gerist í þeim löndum sem við erum að bera okkur saman við. Já. Það er algjörlega morgunljóst í mínum huga að íslensk verkalýðshreyfing, hún myndi ekki þurfa að vera svona oft á tíðum aggressív í sínum aðgerðum ef að við byggjum hér við sambærileg vaxtakjör og gengur að gerist í öðrum löndum. Þegar stór hluti ráðstöfunartekna heimila fara í þennan tiltekna lið. Og svo líka bara þetta lottó eftir í hvernig þú fæðist, á hvaða árið þú fæðist. Algjörlega. Hvort þeir gert sæmilega kleift að koma undir þið fótunum eða ekki. Það getur bara munað öllu hvort þú fæðist 1955 eða 65 eða 60 eða 70 eða 75. Bara lottó. Algjör lottó. Sko, það er annað að þeir eru orðnir ansi margir sem segja að það liggi fyrir að stýrivextirnir séu farnir að halda verðbólgunni uppi. Það er hárið. Já, í stað þess að vinna á henni. Já. Og við höfum sér til dæmis greinar frá Stefáni Ólafssyni sem hefur fært nokkuð góð rök fyrir því. Góð rök fyrir því. ASI er að segja þetta í dag. Almenningur náttúrulega bara er að verða svona eins og rotuð hæna, sko. Að það liggur við að bara stór hluti íslenskrar alþýðu sé orðlaus, ekki síst vegna þess sem þú varst að benda á áðan, að það er ekki eins og að þetta sé að breytast eitthvað í næsta mánuð eða eitthvað svoleiðis núna. Og margir töluðum að þótt ekki væri nema tákgrænt til að komast til að koma móts við þá sem gerðu kjarasamningarna. Algjörlega. 0,25%. Þar liggur reiði mín. Að þegar maður lokar sig inn í karphúsinu, hugsar í lausnum, hugsar til framtíðar, sér ávinningin af því að fara slíka leið og fá síðan ekkert nema löðrung frá Seðlabankanum þegar við erum að fara eftir því sem hann er að biðja okkur að gera. Ekki einu sinni heldur núna tvisar. Þetta er önnur stýrivaxta ákvörðun Seðlabankar sem að vextirnir standa óbreyttir. Þrátt fyrir að allir hagvísar vísa bara í eina átt að verðbólgan er á niðurleið, hagvöxturinn er í frjálsu falli, kjarasamningar eru núna fastir til næstu 4 ára, þeir eru hófstiltir, öll þessi rök sem að Seðlabankinn hefur beitt á undanförnum árum í sínu rökstuðningi, þau eru farin. Þau eru til móa. Þá er bara týnt eitthvað annað og ég heyrði orðið launaskrið. Já, nú er rætt það. Nú er talað launaskrið, sko. Þetta er algjörlega galið og ég er bara mjög sorgmætur yfir því að þetta skildi
skildi ekki koma lækkun núna og ég sagði nú í fyrstu mæræðu minni upp á Akranesi að hvenær verður það í raun og veru sem að bara almenningur og ekki bara almenningur, heldur líka fyrirtækin vegna þess að fyrirtækin skulda 3.400 milljarða eins og ég sagði áðan og svona hárvaxtakostnaður að íþyngja fyrirtækjum stórkostlega og þegar þú segir að þessar vaxtahækkanir sé að hafa áhrif á verðbólguna, já svo sannarlega því að þegar þetta er skoða núna til dæmis síðast að þá er 58% af verðbólgunni sem að mældist í síðasta mánuði vegna svo kallara reiknaðar á húsaleigu. Það er vegna þess að fasteignaverð að hækka, vegna þess að það vantar bara fleiri íbúðir, fjármagnskostnaður er náttúrulega að hækka og síðan voru verðtryggðir vextir að hækka því að það er inn í reiknuðu húsaleigunni. 58% af þeirri hækkun sem varð út af því í raun og verum aðgerðum Seðlabankans. En 95% af hækkunin í síðasta mánuði má rekja til tveggja þátta, það er annars vegar reiknað húsaleigan og síðan voru flugfargjöld að hækka. Undirliggjandi verðbólgan, hún er á niðurleið og án húsnæðisliðar er verðbólgan einungis 3,9%, þannig að það eru allar forsendur fyrir því að stíga kröftug skref og ég var að vonast til þess að við myndum sjá 50 púnta lækkun í dag, en raunin varð að það gerðist ekki. En blöðtuskan. Svo er sagt sko að verðbólgan sé að miklu leyti drifin áfram af óvinnu miklu misvægi eins og það hefur orðað á þessum húsnæðismarkaði. Ef eina afleiðingi verður svo að menn halda sér höndum með byggingar þá er engin farsæl lausn þar. Örvöxtur ferðaþjónustunnar, verðbólgu hvetjandi áhrif er nefnt en á sama tíma þá höfum bara komið þannig málum fyrir að þú slekkur nú ekki á þeirri atvinnugrein bara svona 1, 2 og 3 en sem sagt það er að flæða alltaf meir og meiri peningar frá þeim sem skulda til þeirra sem eiga peningana. Þetta er ójafnaðar gat sem þarna stækkar og stækkar eftir því sem ástandið verður langvinnara. Raunvextir stýrivaxta, vextir af frádreginni verðbólgu 3%, raunvextir íbúðalána 5%, raunvextir yfirdráttarlána yfir 10%. Þetta er galið. Hvernig endar þetta? Þetta er galið og þetta er gott að kemur inn á þetta vegna þess að þegar ég var að skoða þetta og við vorum að máta okkur við svona þessa hugmyndafræði sem við vorum að gera í kjarasamningunum, þá fór ég að skoða raun stýrivexti Seðlabankans frá aldamótum, síðustu 24 ár. Þá kemur í ljós að raun stýrivextir eru 1,75%. Það eru raun stýrivextir Seðlabankans, sem að stýrivextir að frádregni verðbólgu. Í dag erum við konum með raun stýrivexti upp á 3,25%, þannig að það er alveg svigrúm þarna ef við skoðum meðaltali og við skulum alveg hafa eitt hugfast að inn í þessu tölum er hrunið sem að er í raun og veru algjörlega svona absúrt tími. Þannig að raunvextir eru bara á hraðri uppleið og hafa í raun og veru alla tíð verið miklu meiri heldur og gengur og gerist í þau löndum sem við erum að bera okkur saman við. Það er alltaf talað um að hér verða að vera bullandi raunvextir en þegar þú skoðar löndin í kringum okkur í gegnum árun og áratugina þá eru oft bara raunvextir neikvæðir í þessu löndum. En ekki hér. Það er bara, kemur yfirleitt eitthvað bara stutt tímabil sem að það getur gerst eins og gerðist og notabenni það var vegna stríðsins í Úkraínu og faraldursins sem að þessi neikvæðu vextir raunvextir komu þá en það virðist bara vera lenska hér á landi að verja fjármagnið, verja þá ríku og taktu eftir ef þú skoðar aðra málsgrein Seðlabankans aðra grein Seðlabankans löginu Seðlabankan þá kemur fram í annari greininni að eitt af megin markmiðu Seðlabankans er að stuðla verðstöðuleika og fjármálastöðuleika og allt þetta. Ég spyr hvaða verðstöðuleiki er það ef þú kaupir vöru sem að láni og það getur tvöfaldast á einni nóttu.
farið kannski úr vaxtabyrði úr 150.000 upp í 300.000. Og það er verið að berjast við einhverja verðbólgu og takt eftir, heimilin vissulega að finna fyrir verðbólgunni, en þar er fólk kannski að finna fyrir aukinni greiðslubyrði upp á kannski 10.000 kallið eitthvað 10-15.000 krónur á mánuði. En það leggur aukna vaxtabyrði á fólk sem getur verið sko alltaf 150 upp í 300.000 krónur. Þannig að ég skil ekki í raun og veru þegar ég verið að reyna að laga hér einhverja tognun í löpp, þá kemur Seðlabankinn raun og veru og tekur löppin að þeir sko fyrir ofan nýja sko. Með þessum aðgerðum sem hann hefur verið að beita. Ég veit bara stjórnmálamenn fari að vakna og þetta verið bara endurskoða þetta kerfi, því að þetta getur ekki gengið með þessum hætti. Í þessu ástandi er mikill hagnaður hjá viðskiptabönkunum. Þeir virðast ekki nýta samfélagslega ábyrgð sína ef hún er einhvers staðar eitthvað meira heldur en falleg orð á prenti sem að fylgir þessum fyrirtækjum til þess að koma móts við almenning ef þeir hafa svigrúm sem að mörgum finnst nú að ætti að geta verið. Er það ekki líka hluti vandans? Þú getur rétt ímyndar. Heildarhagnaður íslensku bankan á síðast ári voru 83 milljarðar. 83 milljarðar heildarhagnaður viðskiptabankana 3. Banka sem að hafa það megin hlutverk að geyma og lána peninga. Kjarasamningarnir sem við gengum frá, þeir kosta í kringu 50 milljarðar á ári. Hagnaður 3 bankana er yfir 30 milljörðum meiri heldur en launahækkanir allra á almennum vinnumarkaði kostaði. Og bara þessu til viðbótar að þá eru hreinar vaxtatekjur Landsbankans á síðast ári 57 milljarðar. Já, bara vaxtatekjur. Hreinar vaxtatekjur, þá ertu búin að borga fyrir innlánin og þetta eru tekjurnar sem þú hefur af því sem bankin er að lána út. Þetta eru bara hreinar vaxtatekjur upp á 57 milljarðar. Og ég var að segja núna rétt á þann að kjarasamningur kostaði 50 milljarðar. Og þá komum við kannski annari öðru máli sem að maður velti fyrir sér. Þegar að ríkið á til dæmis þarna, Landsbankan, nánast 100%, er græðkin orðið það mikil í stjórnmálamönnum að þeim er nákvæmlega sama þó að bankarnir sé að níðast á fólkinu. Það bara segir, heyrðu, við fáum þetta síðan bara í arðgreiðslu sem að við getum síðan farið að níðast með fólki með. Auðvitað eiga stjórnvöld líka að beita sér fyrir því í gegnum til dæmis ríkisbankan að bjóða hér upp á betri lánakjör heldur en gengur og gerist. Lægri þjónustugjöld og svo framvegis. Ríkisbankin okkar, Landsbankin, hann getur þetta. Og við áttum lengi vel stóran hlut í Íslandsbanka þannig að menn hefði alveg geta gert þetta. Það er eitthvað sem veldur því að þetta er svona eins og þetta er. Já. Vilhjálmur, hvaða tæki hefur þú til þess og þitt fólk, þú ert í verkalýðsfélagi Akranes, sko við erum hérna 1. maí er nýliðin, fólk voru í kröfugöngur og svona sýndi hnefan og baráttuanda en nú er sumari framöndan og sko hvernig getur þú, þitt fólk og hvernig getur almenningur mótmælt, hvernig getur almenningur aðhafst, er einhver leið til þess? Þetta er $1.000.000 spurning, sko, til að svoleiðis hafi raunverulega áhrif að mótmæla, þá tel ég að það þyrfti að mæta svona 10, 15, 20.000 manns. Þannig að það sæjist með afgerandi hætti að fólk væri bara algjörlega búið að fá ná. Og ég lít svo á núna til dæmis, og ég sagði það akkurat í minni fyrstu mæræðu hvort að sá tímapunktur myndi raungerast ef að bankin myndi ekki koma með lækkun, hvort að fólkið ætti núna að sýna samstöðu og sýna þóknun sína á því hvernig þetta fjármálakerfi okkar er og mótmæla. Ég held að þetta sé ekki bara launafólk og heimilin, þetta eru líka fyrirtækin. Því að fyrirtæki og launafólk
fer saman í 99% tilfella. Það skiptir launafólk miklu máli að fyrirtækinu gangi vel. Það skiptir launafólki miklu máli að rekstrarumhverfi fyrirtækja sé gott, þannig að það sé að greiða fólki mannsamandi laun og setja fjölga hérna störfum. Þetta fer saman. Þannig að ég segi bara stutt og laggott, ef eitthvað ætti að vera, ættu íslensk fyrirtæki, lítil og meðalstór fyrirtæki, ef við bara notum það orð, vegna þess að það eru fyrirtækin sem eru inn í íslensku hagkerfi, skulum bara átt okkur á því að hluti af íslensku fyrirtækjum ekkert inn í íslensku hagkerfi, gera upp í erlendri mynt og taka lán í erlendri mynt og ekkert með inn í þessu. Heldur betur. Belt og axlabönd. Belt og axlabönd. Þannig að þetta eru lítil og meðalstór fyrirtæki sem þarna Ég held að almenningur, heimilin, lítil og meðalstór fyrirtæki þurfi að segja hingað og sko, nú bara nóg komið. Kannski hlaði bara í nýja búsáhaldabildingu hérna niður við Seðlabanka. Já, hvað getur maður sagt? Eins og ég segi, ég hérna, þegar maður búin að leggja svona mikið á sig í þessari vinnu og ég tel mig hafa átt tölvöld stóran þátt í þessari vegferð sem við fórum og takt eftir, ég sagði alltaf við Samtök atvinnulífsins að þetta tilraun. Þetta tilraun sem fólgin í því að verkalýðshreyfingin tilbúin til þess að segja, nú ætlum við að hlusta á Seðlabankann. Nú ætlum við að gera allt sem verið að biðja okkur að gera. Gera langtímasamning, hafa hann hóstiltan, því að ef þetta mistekst, þá verður gott fyrir íslenska verkalýðshreyfingu að geta sagt og rifjað upp, muniði hvað við gerðum árið 2024, þá gerðum við þetta svona, fórum að einu öllu eftir því sem að greiningaraðilar voru að tala Seðlabanki var að tala það bara dugði ekki til. Og ég ætla bara rétt að vona að sagan muni ekki skrifast þannig að sú staða komi upp, því að ég vill svo innilega að þessi árangur sem við stefndum að, sem lækkun verðbólgu, lækkun vaxta, að það raungerist. Því að munum að hluti af þessu ekkert náttúrulögmál, heldur mannannaverk. Vilhjálmur Birgisson, formaður Verkalýðsfélags Akraness, þakka þér fyrir að koma til okkar. Takk. Og við víkjum þá yfir í aðra sálma. 60% eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við höfum fengið góðan gest hér í stúdíói til okkar. Sum ykkar hafi lesið grein á Vísi í gær sem fjallaði íslenskt mál og hann má eiginlega bara segja að þessi grein hafi gert allt vitlaust. Hún heitir Vala Hafstað, leiðsögumaður og skáld sem skrifaði greinina og það hafa semst orðið breytingar, ekki síst hjá fjölmiðlafólki, varða íslenska tungu, notkun okkar og hugsun íslenskunnar sem henni falla ekki og það skrifaði hún ansi beittan pistil sem hefur væga sagt vakið blendin viðbrögð. Þórarinn Eldjárn segir þarft og gott innlegg róksherferðina gegn íslenskri tungu sem nú stendur yfir og deilir pistli þessum, en svo eru til málfræðingar eins og Eiríkur Rögnvaldsson sem kalla pistilinn bull og Eiríkur unni sér hvergi hvíldar í því að koma skoðun sinna og framfæri á Facebook síðum ansi margra sem hafa deilt skrifunum. En Vala Hafstað, velkomin til okkar. Takk fyrir. Vala, hefur þú allar götur haft áhuga á íslenskri tungu? Mjög mikinn og ég hef alltaf haft mjög gaman af að leika mér á orðum og yrkja vísur og hvaðina og ég er bara gaman af tungumálu yfirleitt. Ég bjó erlendis í meir en 30 ár og þar lærði ég ensku aðalega en íslenskan er alltaf númer 1 hjá mér. Já, hún þér hjartfólkin. Já. Og það af ást til tungumálsins giska ég á sem þú skrifar hana pistil. Já, fyrst og fremst. Já.
Hvernig hefur þér orðið við að sjá hinn miklu viðbrögð sem orðið hafa? Ég er mjög glöð yfir þeim og átti kannski ekki von á svona miklum fjölda athugasemda og skrifa, en eins og í gær það stoppaði ekki hjá mér síminn og svo margir sendi mér skilaboð og þökkuðu mér fyrir. Já. Og greininni hefur verið dreift mjög víða sem mér finnst gott. Já. Og það eru hátt í 5.000 manns senastir í gáði sem að hafa merkt við hana á síðunni. Það er ekkit annað. Já. Það er alveg magnað. Það er greinilegt að ég er ekki svo eina sem er á þessari skoðun. Heldur betur ekki. Ég held að svona fyrir hlustendur og áhorfendur okkar þá verði ekki undanvikist að við förum aðeins inn í það sem svona helst kemur fram í pistlinum. Það var nú sennilega ekki allir lesiðan, en sem sagt þú orðar það þannig að óprúttin nýlensku her, það eru orðin sem þú velur, hafi gert aðför að tungumálinu okkar úr ýmsum áttum. Og þessi her sé staðráðin í að innleiða hina kynlausu nýlensku í nafni jafnréttis baráttu. Og svona megin yrkisefnið þitt, helsta stefið í málflutningnum er orðið maður. Að við séum á góðri leið með að útrýma því úr íslenskri tungu. Getur aðeins svona... Já, það sem ég er að benda á er hvað þessi barátta, þessa nýlensku hers undir yfirskinni jafnréttisbaráttu, hvað hún er á miklu miskilningi byggð, vegna þess að við vitum jú að við erum fremst meðal þjóða í jafnréttismálum og það á við bæði konur og samkynhneigða og við erum öll mjög stolt af þessu, en þetta gerðist áður en nýlenskan hóf innreið sína. Núna er eins og þessi her manna sé að leita að nýjum óvinni og hann hefur skilgreint íslenskuna sem sinn versta óvinn og núna virðist hann hafa það markmiði að leita að öllu sem hugsanlega geti verið móðgandi í tungumálinu og ráðast á það og þar á meðal er orðið maður. Já. Og orðið maður er bara tegundarheiti. Það á við jafnt konur sem kalla og önnur kyn. Þetta er ekkert orð sem vísar eitthvað frekar til kallmanna og þetta er bara hlutlaust orð. En sérstaklega á RÚV, ég beini spjótum mínum á RÚV af því það er útvarp allra landsmanna, að þar hafa menn verið mjög móttækilegir fyrir þessari nýlensku. Já. Og þar er verið markvisst að eyða út þessu orði maður og það líkar mér ekki. Þú nefnir í pistlinum að við sjáum dæmi þessi í fréttaflutningi frá RÚV að starfsfólk, vísindafólk, björgunarfólk, verkafólk, iðnaðarfólk, flóttafólk í stað starfsmanna, vísindamanna, björgunarmanna, verkamanna, iðnaðarmanna og flóttamanna. Þú talar samsetningar eins og starfsfólksfundur sem er orð sem að ég heyrði fyrst fyrir, ég var ná fréttablaðinu, ég skrifaði einmitt frétt það og fekk álit lærðara sem leikra á þeirri málbreytingu og svo ertu til dæmis að tala að í sömu fréttinni sjáum við kannski Palestínu fólk og Bandaríkjamenn og þeir finnst kannski að það sé ekki alltaf misræmi og þú talar móðgunina og kannski mætti þá bæta við svona ákveðnu kaosi eða óskýrleika. Já, mér finnst bara ef fréttamenn RÚV vilja taka upp þessa nýlensku þá er eins gott þeir fari alla leið. Það þýðir ekki að vera að tala Palestínu fólk í sömu fréttinni og talaður Ísraels menn og Bandaríkja menn. Akkur ekki bara kalla þetta allt saman fólk. Já. Og ég bendi þeim á að til dæmis orðið Íslandingur er jú í kallkynni. Er það þá ekki móðgun við konur og aðra? Já. Aðra sem er ekki kallmenn?
Það lítur að vera. Akkur tölum við ekki bara Íslands fólk til þess að móðga engan. Já. Sko, Mér finnst það alveg upplagt því að það ekki hægt að vera með eitthvað svona hálfkák. Það þýr ekki að fara hálfa leiðina og einhver fjölmiðl, hann verður þá bara að fara alla leið. Já. Og það jú tungan sem bindur okkur saman. Jú. Íslenskan karllægt tungumál. Já, en það má ekki rugla saman málfræðilegu kyni og líffræðilegu. Og það það sem þessar hópar að gera. Þeir skilja það ekki, jú, það karlkyn, kvenkyn og hvorugkyn í tungumálinu. En þessi karlkyns, kvenkyns og hvorugkyns orð hafa ekkert með kalla og konur og aðra að gera. Eins og til dæmis við eigum með þess að karlkyns orð yfir konu sem svanni og hvorugkyns orðið fljóð yfir konu. Það ekkert móðgandi, það? Nei. En allir velkomnir eða öll velkomin, hvort hugnast þér? Mér finnst þetta bara svo kjánalegt að segja öll velkomin, því það eins og að vanta eitthvað nafnord þarna á milli. Já. Öll hvað? Já. Sko, ég vísaði áðan til þess að höfuðskáld okkar og miklu málfræðingar, fólk sem hefur mjög mikinn áhuga og ber mikla virðingu fyrir íslenskri tungu og verður ekki sakað á öðrum sviðum eins og þú kannski nefndir áðan að sína stæka kvenfyrirlitningu eða vera ráðast gegn munnlutahópum svona eins og Þórunn Eldjárn að honum líkar framtak þitt að skrifa og birta þennan pistil en svo eru þarna hinum megin mjög mikið ofstæki hjá líka málvísindamönnum og þeim sem að Íslendingar hafa oft á tíðum litið hvað mest til. Við erum öll svona fálma í átta fyrirmyndum hvað rétt og rámt, hvað á mér að finnast þegar verða svona breytingar á tungumálinu. Ég nefndi Eirík Rögnvaldsson, hafið þið haft einhver samskipti eftir að þessi pistil? Nei, ég þekki þann mann ekki en hann brást svo illa við þegar einhverjir deildu greininu minni á málspjáls síðunu hans í gær að hann þurrkaði hana út og það tvisvar og reykti sér af því á síðunni þegar einhver stuðningsmanna hann spurði hvort hann var ekki örugglega búin að þurrka út þetta bull og þá sagði hann jú, tvisvar því að hann sem gefur svo út fyrir að vera svo óskaplega umburðarlindur, hann þoldi ekki þessa gagnrýni. Nei. Er þetta sko, er þessi ólíku viðbröð sem birtast upplifur þið bara núna sem beinlínis einhverja umdeilda persónu í samfélaginu? Eða? Nei, ég upplifi mig bara sem rödd svo margra sem ekki hafa þorað að opna munnin. Já. Menn eru svo hrættir að vera stimplaðir sem einhver karlrembu svín og íhaldspúkar ef þeir leyfa sér að mótmæla þessari nýlensku. Já. Og ég held satt að segja að fjöldi íslensku kennara hljóti að vera hrættur við að hreinlega missa vinnuna eða verða svona óvinsælir ef þeir segja eitthvað því þeir segja ekkert. Það eru sára fáir íslensku prófessorar sem hafa látið í sér heyra þetta mál og bara Eiríkur Rögnvaldsson sem þú nefnir, þessi sjálfskipaði sérfræðingur hávær og lætur í sér heyra með nýlenskunni og það eins og það eru sára fáir sem þora að mótmæla honum og það finnst mér mjög sorglegt vegna þess að ég veit að því ég þekki marga íslensku kennara og jafnvel prófessora og ég veit svo vel að þeir að minnstkosti sem ég þekki langflestir eru mér hjartanlega sammála en það vantar algjörlega samstöðu á meðal íslensku kennara, það eru þeir sem gætu unnið gegn þessu og ég öfunda þá ekki í dag því ég skil ekki hvernig þeir eru að kenna málfræði í dag þegar það hefur verið ráðið svona að málfræði grunninum og þetta allt einhvern veginn komið í rugl. Ég hugsa að krakkar hafa ekki hugmyndum hvaða kyn þeir eiga að nota þegar þeir skrifa ritgerðir og hvernig á að kenna útlendingum þetta mál ef að við sjálf erum farin að rugla svona í málkerfin okkar. Það skil ég ekki. Nei. Og
í ljósi þess að þú nefndir þá minnist ég þess að ég tók viðtal við kennara framhaldsskóla þar sem að því ég nefndi áðan starfsfólksfundur en ekki starfsmannafundur og hann sagði mér off record, ég mátti ekki birta það undir ummælum, undir nafni hans en hann sagði mér off record að hann lítið á þetta orð sem orðskrípi en hann því skotin niður ef hann leyfði sér að andaveði. Já. Og það, ég held þessi kannski ein ástæði þess að margir Íslendingar hafa fundið fyrir ákveðni valdeflingu við þessi skrifðín er að sko fólk í hrönnum sennilega hefur verið að reyna að læra á þessi kerfi, það hefur verið að reyna að aðlagast þessu en það sko málkennd náttúrulega bara mjög flókið fyrirbæri, þessi tilfinning sem við höfum og af því ég nefndi áðan að tungumálið hefði saminað okkur og væri kannski það sem hefur haldið okkur sem þjóð og haldið okkur lífinu þá mjög svona mikilvægan og heilagan hlut að ræða. Þú segir sjálf að hluti af þínum rökstuðningi sá að ef við hefum verið þekkt fyrir einhverja meiri háttar að sitja eftir í jafnréttisþróun að það má ráða orðum þínum að þá væru þessar breytingar ógnvænlegri eða hvað í þeim skilningi að þér finnst þegar tungumálun breytt í kjölfarið á öðrum ábata sem hefur orðið í jafnrétti þá sé óþarf að nálgast þetta sem einhvers konar hattur gegn minnihlutahópum að skerast við. Já, algjörlega. Já. Því að mér gjörsamlega óskiljanlegt hvernig hægt að túlka það að maður hafi sína gömlu góðu máltilfinningu í lagi sem einhvers konar skoðun á minnihlutahópum. Ég bara skil það ekki. Nei. En manni heyri samt af umræðinni á Facebook að konur séu svona skeptískari á þinn pistil heldur svona almennt. Ég hef aðeins skrunaði gegnum síður vina minna á Facebook og það svona fleiri konur sem að verðast hallmæla sjónarmiðið þínum heldur en kallar. Hversna heldur það sé? Það var samt fjöldi kvenna sem að á minni Facebook síðan mistkostu sem sendi mér skilaboð og stutti mig og það var til dæmis ein kona sem var eyðilögð yfir því að kennarasamtök Íslands þau samþyktu nýlega á fundi að samþyktu það að taka upp kynhlutlaust mál í sínum félagskap og þessi kona var gjörsamlega eyðilögð yfir þessu því hún sagði að það hefði jú einhverjir mótmælt en það var þakkað niður í þeim leið. Er kynhlutlaust tungumál í þínum huga bara nýtt tungumál, ekki þá tungumál sem við höfum talað og skrifað? Já, þetta er sko aðför að málfræði grunninum okkar og það er það sem svo alvarlegt vegna þess að ef við förum að kenna börnunum okkar að setningar eins og allir þurfa að fara út, enginn má koma inn og eitthvað slíkt séu hreinlega rangar að þá fara þau að skrifa í allt öðrum stíl en við þekkjum og þá rofna tengslin milli þessara nýju kynslóðar og allra bókmenntan okkar. Þá hætt á því að þessi kynslóð sem við erum að ala upp, hún skilji ekki lengur textana sem skrifaðir voru eða misskiljið á gjörsamlega og haldi að til dæmis orð eins og mannamót og mannætur hafi bara átt við kallmenn. Gæti svo sviðsmynd raungerst að við myndum endurskoða allan okkar fyrri litteratúr og... Já, allir þetta verði ekki bara allt endurskrifað. Já. Það kemur ekki óvart ef nýlensku herinn fær að stjórna, þá þarf að endurskrifa allar okkar bókmyndir og þá munu svona málsættir eins og maður manns gaman verða eins og Þórarinn Eldjárn stakk upp á aðili aðila gaman eða eitthvað slíkt. Ég var sjálfur með sjónvarpsþátt hér með syni mínum í Vetur og Samstöðinni. Við ákvaðum að kalla hann maður lifandi. En ég man að við veltum því fyrir okkur hvort það væri í lagi. Já, er það? Já, menn eru orðnir hræddir. Það er bara þannig. Já. Og svo spurning með íþróttafréttamenn. Ég frétti það í dag
að þeir ætti í vandræðum því að ef að þeir eru að lýsa kvennaleik mega þeir þá ekki tala varnarmenn og að fara í mannin en ekki boltan. Þurfa þeir að tala varnarkonu og fara í konuna en ekki boltan. Mér finnst þetta svo tilgerðalegt, þetta svo kjánalegt. Og erum við byrjuð að heyra þetta? Varnarkonu? Já, það er víst. Það var einn Facebook-vinur minn sem skrifaði mér þetta í dag. Já. Og ein ástæða þessa, eins og þú nefnir, sennilega svo að menn vilja taka sér höggið þeir fyrirfram, eða það gæti verið einu ástæða. Þetta er hræðsla við að vera stimplaður kallremba. Já. Sko, þú segir í pislinum, svo við rekjum hann áfram, breytingar málsins hafa sumpart orðið til að koma til móts við hópa og sína aukið umburðarlyndi, en málið er flókið, segir þau. Sko, ert þú kannski einföld það? Það held ég ekki. Nei. Það held ég ekki. Ég held bara að sko þögnir sem á samþykki og það hafa sára fáir þorað að skrifa þetta mál, en núna allt í einu þegar greinin mín birtist, allt í einu þora 5.000 manns að merkja við greinina mína. Já. Og það þýðir það að það er fjöldin allur í þessu þjóðfélagi sem að annarkvort nennir ekki að standa í stappi eða þorir ekki, ég veit ekki hvað það er. Nei. En það sem ég er svo ósátt við er að mér finnst þetta koma svo mikið að ofan, þessi skipun breytingu á tungumálunu, vegna þess að það er sama á hvaða vefsíðu, opinbera vefsíðu maður fer nú orðið, að þetta er allt komið í hvorugkyn. Ef þú lítur á umsóknir, til dæmis, sem að fylla út á vef stjórnaráðsins, að þá er þetta allt komið í hvorugkyn. Og til dæmis bara vefsíður eins og Ísland.is og svona, en maður finnur einhver eyðublöð þar, þetta er allt í hvorugkynni. Það er búið að breyta þessu öllu. Og það sem að mér fannst alveg grátlegt að heyra var, sem ég heyrði bara nýlega, að í sumum skólum þá væri farið að gefa 9. bekkingum verkefni þar sem þeim er upp álagt að breyta setningum þannig að þær eigi við öll kyn. Já. Og þá má ekki lengur skrifa enginn má koma inn, allir verða að drífa sig út, það á að leiðrétta þetta. Já. Og hvaða skilaboð erum við að gefa börnunum okkar þegar við segjum þeim að tungumáli sem foreldrar þeirra og afa og ömmur tala sé rangt. Það þurfa að leiðrétta það. Þetta er bara, mér finnst þið vera að ala upp kynslóð sem við erum að biðja að leita að móðgandi orðum í tungumálinu. Við erum að gera þessa kynslóð svo hörundsára og eitthvað bara húmórslausa, ég verð að segja alveg reynd út. Já. Að hún á ekki að geta lesið nokkuð texta nema að hafa það í huga hvort þetta eða hitt gæti hugsanlega móðgað hana. Það finnst mér svo sárt. Já. Það er ekki langt síðan ég tók viðtal við mannesku sem að var það á að segja venjulegt fólk og manneskjan fekk bakþanga. Hvernig er það hægt? Og var hrædd að það yrði miskilið, það yrði afflutt. Já. Þannig að það er endalaust hægt að miskilja orð, eins og ég stingu på því í greininni að í staðan fyrir ef að við skildum fá konu í forsetaembættið, þá stingi upp á að það veri kannski ágætt að kalla hana forsætu, en svo áttaði mig á því, þá náttúrulega móðgast einhvern og segir, nú er verið að tala um útlit konunar. Já. Það gengur náttúrulega ekki. Nei. Sko það er endalaust hægt að sjá eitthvað móðgandi í öllum orðum. Já, en svo benda feministarnir á að
kallarnir, þessir freku, reiðu, ráðríku karlar hafa til dæmis gert athugasemd fyrir áratugum þegar þingkonur vildu fara að kalla sig þingkonur og köllunum hafi fundist bara að allir ætti að vera þingmenn og hérna þess vegna spyr maður svona líka sko hvort þetta aðeins flóknara. Já, vilja feministarnir kalla sig ráðfrúr? Finnst þeim það eitthvað fallegra heldur en ráðherra? Hingað til hafa konur verið kallaðar ráðherra. Það allt í lagi ef þær vilja vera ráðfrúr. Já. Það var það fínt. En sko, það kemur stundu fram við þetta rauða borð að hérna, ég svo heppin að, ég held að séu 40 ár síðan ég hóf störf við blaðamennsku og ég hef þurft að elta við þetta tíðarandan í mínum skrifum, skrifandi í blöð og flytjandi fréttir í svona marga áratugi. Ég man eftir svona augnabliki, þegar ég byrjaði að skrifa framkvæmda stýra að ósk konunar sem gegndi stöðunni. Og þetta var svona svolítið þannig framan af að þeir sem báru titla, þeir sögðu mér hvað þeir vildu að ég titlaði þá. Já, og það fannst mér alveg sjálfsagt. Það ekkert að því. En af því að þú beinir núna sérstaklega spjótum þínum að Ríkisútvarpinu, grunar þið þá að þar hafi einhver samræmd skoðun bara verið keyrð í gegn og fólk hafi ekkert val lengur þannig stíl. Nei, það eru ákveðnir fréttamenn þarna sem tala en það tungumál sem ég ólst upp við. Já. Og það eru ákveðnir, fréttamenn sem ég ber mikla virðingu fyrir. Já. En þeim fer fækkandi því miður. Já. Og þeir sem að hafa tileinkað sér þessa nýlensku, þeir eru heldur ekkert öruggir í henni, því þeir vaða úr einu málkerfi í annað. Já. Þeir segja í annari setningunni komu mörg á góðstöðvarnar og svo í hinni allir verða yfirgefa svæðið. Já. Þeir hafa ekki náð samræmi þar. Nei, svo lendir maður í því sko að hérna, ég sé það á internetinu að síðan hún reytaði pistilinn að ég held mér þess að einhver hafi komið á minn eigin vegg í gær og sagt þú verður bara sorry en það fyrst og fremst miðaldra og gamalt fólk. Það ekki rétt. Ég get nefnilega sagt þér að þau viðbröð sem ég hef fengið hafa verið, það finnst mér nefnilega merkilegt. Það jafnt frá ungu fólki sem eldra og það sem mér finnst svo skemmtilegt, jafnt frá sko eldrauðu fólki, lengst til vinstri og þeim sem eru allra lengst til hægri í stjórnmálanum. Þetta hefur ekkert með stjórnmálaskoðanir að gera. Og kannski ekki aldur líka, finnst þér? Nei, ég hef líka fengið mikil viðbröð frá ungu fólki. Jaha. Já. Þannig að þér líður ekki eins og þú sér svona settleg hægri republikana kona sem að vilt hérna halda íhaldsum og allt best eins og það var í gamla daga. Alls ekki, alls ekki. Ég hef aldrei tilheyrt neinum stjórnmálaflokki og er mjög ópólitísk á öllu leyti. En mér finnst það ekki að skipta máli í hvaða stjórnmálaflokki fólk þegar kemur að varðveislu þeirra eigin tungu. Hefur þú fengið einhver viðbröð sem að svona hafa fengið til þess að spyrja þeirra spurninga hvað hefði orðið þig að þú væri kall sem hefur skrifað hana pistil, heldur þau hefðu orðið einhvern veginn öðruvísi? Já, það hættið því. Það hættið því vegna þess að það ekki, og tala nú ef ég væri 10 árum eldri, þá hefði ég örugglega bara verið kölluð kallföskur. Já. En viðbröðin sem ég sé meðal minna vina eru jafnt frá konum sem köllum. En hvað segirðu við þá sem að segja að kynhlutleysi í tungumóli sé engin tilviljun, þetta sé tæki sem að við þurfum bara núna að tefla fram til þess að börnin okkar fá ekki ólík skilaboð eftir því hvaða kyn þau sjálf beri og allt það. Þú hlær bara. Ég hlæ vegna þess að þetta er svo mikil oftúlkun á málinu.
Ég veit ósku vel að það er verið að reyna í mörgum löndum að búa til einhvers konar hlutlausa orðræðu, eins og við ensku að segja they í staðan fyrir he and she eða eitthvað svoleiðis. Og það er tiltölulega einfalt í tungumálum þar sem að málfræðin er einföld, eins og ensku. En hjá okkur þá bara, það gegnir allt öðru máli vegna þess að málfræði grunnurinn okkar sem tungumálið okkar, þetta einstaka tungumál byggist á, er svo gífurlega flókin. Já. Og allar setningar þurfa að fylgja ákveðnum málfræði reglum til þess að hljóma vel. Já. Og þetta særir alveg óskaplega málvitund svo margra að heyra hvernig komið er. Þetta held ég að sé það sem Þórarinn held ég að meinar þegar hann talar róksherferð gegn íslensku. Einmitt. Og hann sjái það fyrir sér að það sé verið að ræja kjarnatungumálsins sem er gamall, sem er karllægur sannarlega, en þú segir hefur ekkert með jafnrétt að gera. Það er ekkert með jafnrétt að gera. Akkurat ekki neitt. Eins og ég sagði, ég meina, ef við lítum á dýrategundir, að þá eru ær og hrútar, kallar sauðfé, kannski finnst jafnréttis nýlensku fólkinu, það minni kallremba, að kalla þarna ákveðna dýrategund hvorugkyns orði, en það vill svo til að kallar og konur og aðrir eru jú menn, það er okkar tegund og þetta er bara, þetta er algjör oftúlkun á orðunum að sjá í þeim svona mikla móðgun gagvart öðrum en kallmönnum. Veistu skoðun málfarsráðunautar Ríkisútvarpsins? Ég veit ekki hvað sá málfarsráðunautur gerir. Vegna þess að hann virðist láta hvað sem er við gangast. Það virðist enginn hafa neitt eftirlit með málfæri fréttamanna á RÚV. En þegar þú ákvast að hlaði þennan pistil, sástu fyrir þér hver mikil viðbröðan myndi vekja? Nei, ég vissi, ég reiknaði með talsverðum viðbröðum en ekki kannski svona miklum. Ég skrifaði, nei, einn morgun. Það vakti mikil viðbröð líka önnur grein sem ég skrifaði fyrir 3 árum. Það var opið bréf til útvarpsstjóra, svo ég vissi alveg að þetta myndi skapa umræðu. Já, hvað snerist gamla málið? Það var þetta sama. Það var fyrir 3 árum og þá var þessi þróun rétt að byrja. Já. Og ég vakti athygli á því. Já. En núna eru viðbröðin ennþá meir en þá. Þannig að þú þekkir þessi svipugöng sem fylgja því að lýsa þessari skoðun. Já. En mér fannst bara, ég bara skil ekki af hverju það er ekki fleiri sem að mótmæla þessu og skrifa fyrst að ég veit að svona margir eru sammála mér. Já, á öðrum tímapunkti í dag tók ég viðtal við verkalýðs Forkólf sem skilur ekki að hverju Íslendingar láta vaxtastefnu Seðlabankans yfir okkur ganga og hvatti til þess að 15-20 manns myndu bara safnast saman fyrir utan Seðlabankan. Hvar ættu óanægðir að safna saman og við hverju ættu við að tala þau sem fylgja þér að málum? Ég held að það er ekki vitlaust að láta íslensku kennara safna saman í menntamálaráðuneytinu til dæmis. Já. Nú heitir það einhverju öðru nafni. Það er eitthvað búið að flækja nöfnin á ráðuneytunum. En stórhluti kennara virðist vera samkvæmt því sem að ég hef kynnt mér, er múlbundin og þorir ekki að segja skoðun sína. Já, hvers vegna, það gerist ekkert, getum við látið þetta yfir okkur ganga, ég bara spyr, eigum við að þögnir samúr samþykki, þannig að það veit enginn af því að við séum ósamála nema við látum í okkur heyra. Nei,
ætli fólk hugsa ekki ef ég get komið í veg fyrir að ég verði kölluð eða kallaður sexisti, þá best að ég bara gera allt sem ég get til að koma í veg fyrir það. Já, margir hugsa eflaust þannig. Sem ekki sjálfbær hugsun með þarfir og þróun tungumáls í huga. Mér finnst það vera algjör gunguháttur að hugsa þannig. Já, einmitt. Vala, það búið að vera gaman að spjalla við. Takk fyrir að koma hingað og ræða svona það sem að nokkru leyti, það sem að stóð á bakvið greinina sem og efni pistilsins. Við trúum því hér á Samstöðinni að öll umræða sé til góðs, ekki síst viðkvæm umræðum þar sem að tengist tilfinningum okkar og málvitundin svo sannlega eitt af því. Svo getur vel verið að við leiðum fram til leiks einhvern annan í næstu viku sem að lýsir allt annað skoðun á þessu. En sannlega þurfum við að ræða hvað okkur finnst, ekki síst tunguna. Einmitt. Takk fyrir að bjóða mér. Og ætli við víkjum þá ekki að einhverju allt öðru sem ég nú samt ekki alveg viss hvað sennilega Gunnar Smári með það. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, heyrðu, við erum hérna með tilraun í tilraunasjónvarpinu Samstöðinni að okkur finnst eins og svona opinber umræða sé einhvern veginn svona geld með einhverjum hætti, að fólk sé einhvern veginn í einhverjum hlutverkum alltaf þegar mætir inn í þessa þætti, hvað þetta heitir, Silfrið og Vikurlokin og Sprengisandur og eitthvað fleira, og við gerum það sem að franskir matreiðslumenn gera alltaf þegar þeir komast að því að þeir eru komin í strand að fara að leita að upphafinu, leita út í hérðin, leita að maturinn sem að amma gaf mér þegar ég var lítill og allt einhvern veginn meikaði sens, og við erum að þessu eins og diggir hlustundur hafa kannski átt að segja á, þá hefur fengið hérna karla sem að hittust alltaf í olísbensinsstöðinni í Grindavík áður fór í vinnu og spjölluðu þar landsins-gagnanir sinnar. Við hefum fengið kennarastofun á Bifröst til þess að koma hingað. Við erum að leita svona hópum sem að eru hérna út í samfélaginu að ræða sín á milli og aðtók hvort við getum einhvern veginn náð að endurlífga umræðinu hérna við rauðaborðið. Og nú komið að kannski borði allra borða sem er bara eldhúsborðið í fjölskyldunni. Hér komið fjölskylda. Hér Helga Vala Helgadóttir, lögmaður. Og hér dóttir hennar, Ásta Júlía Grímsdóttir og Grímur, faðir hennar, Allarsson. Já. Og þú ert körfuboltakona, eða ekki? Jeps, er ekki bara starfsheiti, körfuboltakona? Jú, það bara starfsheiti mitt, sko. Já. Og þú ert framkvæmdastjóri í Geðhjálpar. Já. Verið velkomin. Takk fyrir. Þetta er svona milt skref að því að þið eru náttúrulega vanir álitsgjafar foreldrarnir. Já. Við höfum komið hérna nokkur sinnum áður. Já, og í alls konar þætti. Jú, og Ásta er líka vön því hún er með mörg álit. Svona eftir leiki. Já, bara heima. Já, heima. Bara í það, hún hringir í okkur mjög oft með álit á ýmsum málum og þannig að það er mjög, ég hlakka til að heyra hennar álit á mörgu sem hún hefur sagt okkur. En íþróttafólk færi yfir þetta ekki annað en þetta hérna rekin upp svona mikrofón í það eftir leik og fara að segja þrjálfsendingar. Já, ætlaði að segja svona að mesta bara. Já. Herðu en eldhúsborðið, hérna, talað um pólitík á ykkur? Ef við ekki leifa Ástu að svara þessu? Talað um pólitík heima hjá þér? Já, það er pólitík og körfubolti held ég bara, svona eina. Starfskólareynir. Já. Bara alla ævi hefur það verið þannig held ég hjá henni. Kannski meira pólitík lengi og svo kom körfuboltinn seinna. Og kvöldverðarborðið eða morgunverðurinn, það fundatími? Já, kvöldverðarborðið. Við erum ekki öll að vakna á sama tíma, þannig að kannski aðalega, og svo bara gegnum daginn, við erum með náttúrulega grúpp á Facebook. Svona skilabóð sem við erum bara, og það öll fjölskyldan að tala saman pólitík yfirleitt. Pólitík? Já, og körfubolta. Og eru allir þáttakendur í þeirri grúppu að tala? Þannig að það smjör? Ekki allir þáttakendur, það eru svona, bróður minn ekki alveg, hann með okkur á, hvað segir maður, mute, þannig að hann svarar nú ekki alltaf, en annars það við þrjú mjög dugleg. Og hvað snýst þetta? Finnst ykkur að þið verðið að taka afstöðu sameiginlega til ykkur svona mála eða... Er það að tala ykkur að ykkur niðurstöðu?
Er það sem að Guðbergur sagði eins og gjampjúrla gjam? Nei, þú veist, við erum nefnilega, þetta eru nokkrir hópar. Sko, við erum einn hóp sem er stórfjölskyldan og það eru, eða stórfjölskyldan sko mín megin, það eru svo að bræður mínir 2 og makar og öll börnin. Og þar eru held ég mjög margir með þann hóp þakkaðan. Og það er svolítið áhugaverður tími þar núna af því að við erum svo oft sammála í pólitík en núna eru forsetakosningar á næsta leiti og þar bara erum við ekki sammála. Það er sundra fjölskyldum. Það er alveg ótrúlega skemmtilegt af því að það er miklu skemmtilega í rauninni. Ég hlakka mér til að þetta verður mjög sérstök kosningavaka. Þú er ekki fengið að rífast við bræðuðina bara síðan stúlka? Nei, í rauninni ekki sko, þannig að þetta verður, en við erum svo sem ekkert að takast á, ég er svona að reyna að vera bara passív þannig, að því mér finnst allt í samband við þessar forsetakosningar bara mjög áhugaverð stúdía, samfélagsstúdía og þar eru margir búin að þakka sko, en svo erum við með aðra grúpu þar sem að sko Snærós, elsta dóttur okkar og fjölskylda og maður hennar er líka. Þar er talað mikið. Þau búi í Ungverjalandi? Þau eru í Ungverjalandi og þar er mikið talað pólitík og svo erum við með bara heima hjá okkur. Það eru sem sagt... Já. Og það er líka búa á Vesturvallagötu. Ekki mikið pólitík, það er alveg körfubolti sko. Og hvað er í matinn? Já, hvað er í matinn? Hverjir er í matinn mitt? Það er eitt svona einn fasti sem er sko... Ég talaði það sem svona ákveð í tengslum með geðheilbrigðismál og svona, það er þessi fasti sem getur verið kvöldverðarboð í fjölskyldum og ef þú ert alltaf með þennan fasta, þó að það sé misjant hvort þeim í kvöld alltaf ég að fara að horfa á körfuboltaleik og verða ekki heima, Helga verður að hitta vinkonu sína held ég og Ásta-Júlía er að fara eitthvað annað, en það er gert ráð fyrir að sé samt tíminn að sé matur. Það er fundur. Já, það er bara matur og það bara er fundur matur hvernig sem er og það er rosa gott. Og ég held að þetta sé í rauninni að ætti bara að vera með svona ég held að væri rosa mikilvægt eða væri mjög góð hugmynd ef að yrði bara svona vitundavækning þessa borðs. Já. Kvöldverðarborðsins? Ég segi, já, þessa kvöldverðarborðsins og ef þetta væri frábært, þú nefndir Frakkland hérna. Við Ásta fórum einu sinni saman á tónlistarháttinni í Frakklandi þess að hún kom með mér í kvöldverð og þegar hún búin að vera þær í svona 2 klukkutíma sem er ekki þá bara rétt að byrja sko þá var hún bara hvað er í gangi þetta sko það eru þetta rosa gaman að vera í svoleiðis. En Frakkarnir þeir eiga það til nefnilega að gefa börnunum bara að borða á undan. Já. Og bara pulsur og eitthvað svona. Já. Það eru öfugt til þess eins og þegar maður fer bara til Spánar eða Ítalíu þá eru bara börnin alltaf með. En Frakkarnir eru nefnilega, þeir eru ekki miðrafsþjóð, þeir eru norður-Evrópubúar og þeir gefa bara börnunum að éta undan, svo sita þau í 4 tíma og borða góða mat og ræða samfélagið. Ég vissi þetta ekki. Þetta vissi ég heldur ekki og þannig að þá er ég ekki að fara að tala það var mjög gott hjá Ástíðulega að segja þetta væri hundleðilegt. Já, ég vissi alveg hvað var að gera. Við erum meiri grikkir sko. En má ég vitna kvöldur fundin af því að ég er alveg upp af einstæðri móður 4 drengja og hún gerði þetta. Hún hélt okkur saman með því að fara alltaf yfir bara okkar líf við kvöldarborðið og það var algjör bara miðja og kjölur í okkar. Og núna í hádeginu þá borðaði ég með þessum 4 bræðrum mínum. Þannig að við höngum ennþá saman á þessu fundi sem að mamma bjó til. Þetta er gríðarlega mikið. Ég kem ekki úr svona umhverfi sko og fæði þetta svolítið svona, ég verð nú að rósa Helgu, hún kom með svona þennan fasta inn í mitt líf og ég er alveg bara, svo við okkar fasta sem er laugardagar sem er einhvern veginn líka svona, það eru bara ég og hún þau sofa lengur og fyrst og þið enski boltinn, bjór og sígarettur? Nei, við erum ekki morgunin, gott kaffi og það er bara gott kaffi það er ekkert ég er nú bara orðin fínn með hann enska bolta, við erum ekki með hann heima og ég horfa eiginlega bara aldrei á hann sko. Ég var svolítið mikið í honum. Ok, en það sem er rætt að þið talið svo mikið pólitík og eru pólitísk hvað þarf maður að vera orðin svona gamal til þess að þetta ekki marka mann í þessum umræðum? Þarf maður að vera eiginlega orðin 14 og geta tekið þátt í þessu áður en þau sjá mann fóreldrarnir? Ég veit ekki hvort það sé hver ákveðin aldur sko, en mér er samt svona að fer eftir mitt aftur bara svolítið í hópnum sem maður er með. Þú veist, ég finn alveg að ég þóra ekki mikið að tala
kannski þegar það er öll stórfjölskyldan þá ég ekki mikið að tjá mig mínar skoðanir en svona þegar það bara við þá finnst mér aðeins auðveldara að segja bara hvað mér finnst og svona og ég held að sé alltaf bara svolítið tekið mark á mér sko. Hvernig var þetta svona þegar þú varst lítil? Fannst þér að við hlusta á þig? Ég var að minna í þessu þá sko og ég var kannski ekki mikið að tala þetta og taka þátt í þessu en ég hlusta allavega mikið og með svona mínar skoðanir mótast mjög mikið af foreldrum mínum þannig að ég held að þú veist það bara sitja og hlusta, læra svolítið það er alveg ástæð fyrir ég hef mínar skoðanir í dag sko. Erum við búin að heila på þig? Já, eiginlega sko. Nei. Það er munur á því sko ef að samtalið svona, nú erum við bara að ræða þegar við erum að tala samfélagsmál, þá erum við að ræða það fullir alvöru og svo bara börnin komast inn í það hægt og bítandi eða hvort að við færum talið niður á getu og vilja þess sem minnstur ég veit ekki. Já, ég held samt að við nú kannski alveg í gernum tíðina við oft farið svona hringi farið alveg niður á að vera að útskýra samfélagið, útskýra ákveðna hluti samfélagsins. Það hefur oft tala oft ákveðna þætti sem eru kannski svolítið skrýtnir. Af því að það er mjög hollt þegar barn spyr mann að einhverju sem eru þetta bara það maður hugsa þetta er fáránlegt í rauninni. En svo útskýrir maður samt sem áður hvað það sem liggur á baki til þess að barnið skilji sem að átta sig ekki á því akkurju eitthvað eins og það Þú veist, eitthvað, það getur verið hvort sem er einhver andstyggð, eitthvað fólk sem að tala illum annað fólk eða eitthvað svoleiðis. En líka bara svona samfélagsgerðin, hvernig hún og hvers vegna sumir búa í Jórufellinu og eru þar kynslóð eftir kynslóð og komast ekki á vinnumarkaðinn og hvað það sem veldur því, sko. Það er gott. Börn sjá þetta oft ef þau fá aðgang að því, sko. Svo líka þetta sem einmitt, þetta sem síast inn eins og Ásta var að tala þetta bara sem að svona, þú ert kannski þögul þáttakandi framan af en þú ert að hlusta á þetta saman og maður verður svo var við það einhvern veginn núna þegar að þau fara af stað sjálf að tjá sig allt milli himins og jarðar að þau voru allan tíman að hlusta sko, þó að en það sem að mér fannst kannski áhugavert var þegar Ásta flutti til Texas í Bandaríkjunum til að spila körfubolta og kom heim alveg bullandi pólitísk. Ég hef stundum nefnt það, mér fannst það svo áhugavert að því hún hafði róttakur vinstrimaður á að vera í Ameríku. Hún hafði í rauninni ekki gefið sig svona mikið þessari pólitík áður en kom heim og var sko svona eldheitur jafnrétti sinni og umhverfi sinni eftir að hafa lifað inn í rusl samfélaginu Texas er svo, hvað varst í Texas? Því að borgirnar geta verið bara allt annað heldur en hérna dreifðu sveitir, hvað varst þú? Houston, já, og þær eru mjög ólíkar sko, það er svona næstu bara New York Já, það er samt Já, og svo var ég líka í kristnum skóla þannig ég held að það hafi líka haft mikil áhrif, þá voru krakkarnir með kannski, þú veist, aðeins öðruvísi skoðanir líka heldur en ég var vön sem reyndar, ég mér varst það svolítið gott að því að þú veist, það er svona, þú veist, það eru biblíukurs sem þú þurftir að sitja sem ég finnst í sjálf og sér ekkert að því mér finnst, ég tala oft þetta er svo lítið andlegt allt þá er ég að tala spirituál, ég er ekki að tala andlega heilsu, heldur svona spirituál heimurinn og þá erum við ekki að tala að trúabröð per se eitthvað, það bara, þetta er svona ekki ítt í burtu sem svona einhverju tabú og þú veist þessi sko lífsspeki, guðspeki, hvað það er, að það er ekkert hættulegt að setja sig inn í það og hlusta á þetta og einmitt að heyra hvað, þú veist, þegar Ásta fékk þær upplýsingar að hún ætti vissulega föður hér á jörðunni, en það væri annar sem væri miklu meiri merkilegri faðir og þetta er svo, hún var svolítið svona, henni var ekki alveg hennum fast svolítið sjokkrandi en þér líka en ég er það bara gaman samt að sé það grífa mjög sjokkrandi ég kom á fjöllum að því það vakna hausinn á menni þegar maður fer inn í svona rugglaðstað það sem að, þú veist, samkynniðir er ekki, þú veist, alveg með, þú veist, eitthvað og allt hjónabað, eitthvað svona þvaður eitthvað svona biblíubeltist þvaður í Bandaríkjunum en það er mjög hollt fyrir mann að fara inn í þetta og reyna svona aðeins að skilja hvað þetta fólk er að koma ég fagnaði því mjög þetta kom hún heim alveg brjálu Já Nei, ég man líka mjög vel eftir ég var í svona alls konar áfengum og einn sérstaklega þar sem ég held að það hafi verið í svona kynjafræði eitthvað svoleiðis, svona kynjasálfræði og kennarinn var að spyrja bara nokkra spurninga og svona og
hann spurði þig fyrst réttu pönd sem að finnst að maðurinn eigi að fá hærri laun heldur en konan, eigi að vera aðal tekju innkoman eigi að vera hjá manninum og það voru bara 90% lyftu pöndinni. Bara Pretty Boy Choco línunni. Já, nákvæmlega og svo mitt kom líka spurning að finnst ykkur að þið konur, sem eru konur, ætti að vera að vinna eða vil ég vera heima og það voru mjög margir sem að voru bara með það þótt ég var í háskóla að þá var það samt bara stefnan að vera bara heima sko, þannig að þetta var svona ég hef aldrei heyrt þetta sko, engar vinkonu mínar það bara ekki, kemur ekki greina sko. Nei, ég held að sé sko því við erum líka svo erum við svo dómhörð, við erum alltaf sitjum og blendum á okkar fólk sem er að lifa einhverju lífi og setjum okkur á þann stað að við auðvitað lifum einhverju betra lífi en það er bara mjög hollt að hitta þetta fólk og skilja hvað hann er að koma og kannski átt sig að þetta er ekki endilega illmenni þetta er bara fólk með þessar snar brengluðu skoðanir í okkar hugarheimi þannig mér fannst það gott að því að heimurinn er ekki svona svart-hvítur sko því miður. Já, líka kannski bara þá tekur maður afstöðu ég er ekki sammála þessu. Nákvæmlega. Það er eitthvað annað og maður þarf að velja hvorum einn ætla ég að vera sko. Það er gott. Að því að óneitanlega eins og svo sem Ásta talaði hérna í byrjun litast maður svolítið af samtalinu við eldhúsborðið. Þannig að hún litast svolítið af því hvaða skoðanir eru svona heima og þá er svolítið hollt að stíga út öru hvoru og kíkja. Hvað er þetta? Af hverju er ég með þessar skoðanir? Er einhver? Stundum fara börnin í uppreist. Já. Og verða dóttir mín er að hóta því að ætla að gangi í sjálfstæðisflokkinn. Hún verða stórkapitalisti. Já, því að hún fær kosningarétt eftir ár. Býtu, hún kýs fyrir þig, er það ekki? Nei, ég kýs fyrir hana. Já, ég veit að. Þetta er síðasta atkvæði sem ég fer með á kjörstað fyrir hana. Já, ég skil. Þannig að þar ert ekki með, þú ert ekki, reynda með þetta er svolítið svona Gunnar Thoroddsen, Kristján Eldjárn og Bjarni Jónsson og Ásgeir Ásgeirsson þetta er ennþá, þannig að þetta er alveg eldheitt atkvæði. Þetta eina. Já, og hvað heldur hún kjósið þá? Hún bara, þetta verið ég byrjaði 2016 og meðal annars út af þessu sem við erum að tala um hér, að eiga svona eitthvað samtal við börnin samfélagið. Og þá tókur þessu mjög alvarlega og við sátum og fylgdust með kappræðum og hún las og alls konar. Svo kom tímabili sem að, jæja, Sóley mín, hvað á ég að fara að kjósa? Ég er búin ákvað mig, nefnum ekki að eiga samtal við mig þetta. En núna tekur þetta mjög alvarlega. Og við fórum í leikhúsið á föstudaginn, komum heim og þá settist við og horfðum á kappræðunar í 2,5 tíma á eftir, því hún vildi ekki missa neinu. Það er eina áfallið sem það er ef einhver af mínu börnum myndi kjósa Framsóknarflokkinn. Ég á mjög erfitt með það. Það er svona sá flokkur sem ég held að... Þá veistu það ástæðu. Já, ég er fyrir uppreist, þá veit ég hvað þessi... Þá kemur bara með eitt. Það er svona aromat, kryddið eitthvað svona. Það var opið fyrir því að það væri annar faðir sem það væri. Það var opið fyrir því, en ekki Framsókn. En við erum nú með ráðherra í Framsóknarflokknum sem gekk með merki í barminum, aldrei kaus ég Framsókn. Já, það er rétt. Ég er þetta stutt, það er eini flokk, ég starfaði nú aðeins fyrir. Fyrsti flokkurinn sem ég starfaði fyrir var Framsóknarflokkurinn. Stýrimannaskólanum 1983 á merkti ég við og fekk rækjusamlöku og kók fyrir sko. Þá var ég að njóstnum på einhversta merkilegt, þetta er svo magnað, og svo var léti listan til eitthvað svona útsendara Kristins Finnbogasonar sem að hringdi þá í Helguvölu, þú voru að fara að drífa það að kjósa, þú ert ekki búin að kjósa. Þetta var... En fordæðarnir eru svolítið pólitískir, meira en gengur að gerist, ekki? Jú, það held ég, já. Hvernig er það? Þegar þú ert að, finnst þér stundum er það þannig að það sem er svona virkt samtal á heimilinu og svona, þá er oft bara annar talsmáti á börnunum. Ljómar eins og þú sért kannski 23 árum eldri en þú ert? Nei, mér finnst það ekki sko, en mér er samt svona, ég á líka vinkonur og vini sem eru líka, mjög pólitísk og miklu pólitískar en ég sko, þannig að mér finnst ég aldrei eitthvað vera eldri en ég er, eitthvað svo leiðis. En finnst ykkur það eða hvað? Nei, sko kannski líka það er þannig að í þessari fjölskyldu var eitt barn sem fór mjög kröftugt inn í pólitíkina, tók svolítið svona
og tók svolítið orðið kannski í pólitíkinu og líka kannski frá systkinum sínum að einhverju leiti og þau svona fóru bara og pældi ekki í því, nefndi ekki að pæla í því. Það elsta dóttir okkar, eða dóttir Snærós, stjúpdóttir mín, og hún alltaf fóð mjög, hún var 12 ára, fikk undan þá til að fara í VFG frá skrifað upp á, til skrási í flokkin. Frá hverju með það skrifað upp á að maður megi gangi VFG 12 ára? Foreldrum. Forðaðmönnum, það eitthvað svona, og þú veist, hún var þar og svo var hún bara, en hún líka var svo fljótilegt með allt, þannig að hún var rauninni bara afhuga pólitík bara skilur og komið bara í fjölmiðlun, auðvitað mjög pólitísk, en svona, þetta svona, og ég veist að það kannski hefði litað eitthvað líka, er það ekki? Kannski lítið það að mann líður ekki eins og maður sé eitthvað einmitt eldri eitthvað svoleiðis bara því að það eru bara einhverjar greinar með það sem Snærós kemur fram og hún er bara 17 ára að tala og ég bara þetta hefði aldrei getað verið ég sko, þannig að hún er kannski það sem maður horfir á sem að undan sér og gæti verið 20 árum eldri í svona þennan hátt. En núna er eiginlega, mér finnst það það sem fólk vil tala eru bara þessar forsetakosningar það sem ég fer. Já. Það er bara sko, það er eiginlega ekkert sem kemst annað að með þess að vext eða kannski vextir í dag svona, en ég meina það er eitthvað við þessar forsetakosningar núna sem að mér finnst vera það er eitthvað meiri saga í þeim eða eitthvað meiri óvissa sem að veldur því að fólk getur endurist að tala þetta. Það er það og það eru svo margir þáttakendur í þessu, það er ekki bara þessir 12 frambjóðendur sem eru auðvitað hellingur, heldur það eru svo margir aukaleikarar og bæði mennskir og stofnanir og það finnst mér bara mjög athyglisvert. Við höfum ekki séð það svona svakalega áður, auðvitað er moggin alltaf með eitthvað agenda, við vitum það bara en þú veist, þetta er samt einhvern veginn þetta er í einhverju veldi sem maður hefur ekki séð áður sko. Hvað mennur, hvaða stofnanir? Ég svo bara Já, þú veist, það eru bara fyrirtæki tekin undir sko, þessi er búin að nota forsætisráðuneytið til þess að borga þessu fyrirtæki rosa mikið sem er núna hjálpað henni í kosningabaráttu og þessi er að nota Orkustofnun og hefur borgað fullt af peningum til þess að hjálpa henni að verða forseti og þetta er bara í fjölmiðlum bara, þú veist, dag eftir dag hverjir er að nota stofnanirnar sínar og embætti til þess að starta kosningabaráttu og þetta er bara og svo fjölmiðlarnir sem eru með alls konar og mér finnst þetta og svo þetta núna eru komnir svona alls konar svona vangaveltur hvort að stuðningsmanna hópur sé að vinna gegn hagsmunum frambjóðanda eða með og allar þessar pælingar. Það er miklu meira í gangi heldur en bara frambjóðandinn. Það er skemmtilegt. Þú veitur náttúrulega verið kosningastjóri eitthvað? Ég á kosningastjóri Andra Snæs. Já. Og og ég verð að segja alveg svo, já nákvæmlega það er allt annar bragur á þessari baráttu heldur en þeirri baráttu. Þó að Davíð hefði verið inn í baráttunni þá bara allt annað. Þetta er sko núna til dæmis að þá því að maður hugsar orðið í svo mörgum lögum í þessu svona skrýtna samfélagi að til dæmis ég velti fyrir mér þegar Hannes Hólmsteinn Gissurarson segist opinberlega styðja Katrínu Jakobsdóttur hvort að það sé í rauninni sko árás á Katrínu Jakobsdóttur hvort hún hafi fagnað, ég held ekki Nei, ég er að spá í bara hvort að það sé lagt fram til þess að leggja steik Þú meinar hann sé ekki að styðja það? Nei, alveg svo Jón Steinar þegar hann fór þarna inn í Höllu Hrund bæði þessi, þetta er svona þú veist alveg hvað það þýðir þú veist alveg Hannes er bara ágætlega klár maður og Davíð þeir hafa reynt margt í lífinu og vita nákvæmlega hvernig þetta tikkar allt saman þó að séu svona kannski orðnir svolítið úreldir að þetta ég velti þessu fyrir mér að því það var enginn að biðja hennar stuðning og ég hugsa að Katrín vilja ekki fá hennar stuðning að það komi svona til þessi rauninni að grafa undan henni þetta og á þessu leveli eru við ofta að tala sem eru þetta bara maður er náttúrulega bara alltaf því paranoid í svona samfélugum en þetta á þessu stigi núna og það er einlega miklu meira undir heldur en hefur verið lengi forsætisráðherra fyrirvænandi leggur þóttið bara allt undir sko sitt pólitíska legacy sem er alveg, það þetta þú veist maður verið að bera virðingu fyrir því
það er þetta, gerum alveg berverningu fyrir því, hvað sem að stendur. Ég meina að það sé svolítið svona eins og töff hjá hann að gera það. Já, það er alveg töff, og því að þetta var... Ekki nota fleirtöluna, ekki segja fleirtölu, þið. Þú ert bara að tala, þetta er bara grímusögur. Ég að það er enginn sammála mér í þessu. Já, nú erum við komin inn í eldhúsborðið, sko. Þetta er bara mín pæling, en mér finnst að því að, svo fer maður yfir allt í skilur og þegar maður stendur á þessu, þegar kannski maður búin að vera víða, og þá maður kannski 4 vini í forsetaframboði. Hvað þarf við, sko, og getur hvergi komið og sagt, þegar ég styð þig, ef maður segist styðja auðvitað alla, en kemur aldrei ofbelega fram að því að það er ekkert hægt sko. Þetta er svo lítið samfélag. Mér finnst, ég velti fyrir mig hvað fólk ákaft í að lýsa við stuðningi. Mér finnst að, ég man ekki hvernig það var áður sko. Ég sá Kári Stefánsson komið með myndband að lýsa við stuðningi. Ég veit ekki hvort Við hvern? Katrínu. Já. Áhugavert. Þú veist, ég velta er ekki 4 vikur til kosningar, hvað? Þetta er svona þetta er rosa mikið keppni í, og skoðanakannanir og annað, þetta er auðvitað mjög skoðanamyndandi. Það er þegar eitthvað fer að stað, þá er þetta bara verður allt, þú veist, þegar þú finnur einhvern hestur sem verður, og það er eitt sem mér finnst það óþægilegt. Nú er ég bara ágætlega sáttu við Guðna, ég skal ekki tala meir. Með Guðni flottur í gær, hann mætti á Palestínu. Og hann er bara, er mjög ánægð með Guðna T.H. Jóhannsson. Mér er bara, ég kann mjög vel við þann mann og en sko hann verður forseti bara svona, þetta er mjög og mikið svona, þú veist, bara svona að því svo, við breytum engu í sjálfu sko, þegar við ferum sko það sem þetta raunverulega skiptir máli, þegar við tökum bara, þú veist, hvern okkur líður hérna í 9,25% stýrivöxtum 4, og svo verðbólgu upp á 6, 7, 8, 9%, að þá breytum við engu. Við erum alltaf til í eitthvað svona rugl í forsetakjöri. Við höfum gert það náttúrulega í gegnum söguna. Guðni kemur þannig fram, hann er bara ups og kominn, sem var kannski bara heppni. Svo kemur núna Hallarhund sem að enginn vissi hver var. Þú veist, það er bara svona fólk sem að liggur í einhverju samfélagsumræðu sem veit hver viðkomandi er. Svo er hún bara þannig, það veit enginn hún er, og fullir virðingu, hún getur verið frábær, alveg svo Guðni var frábær, og ég bara þangað. En við gerum þetta aldrei það sem þetta skiptir raunverulegu máli, fattið þið. Það sem þetta er raunni dýftin, sko, hvernig verður samfélagið, erum við sátt við þetta, við refsum þarna. Er það ekki? Þú vilt að við værum bara fyrir utan Seðlabankann núna í dag? Já. Þú vilja það? Já, ég myndi vilja það, nei. Já, ég myndi, hvað veist, Ásta býr heima, hvað kostar? Vera að auglýsa það fyrir alla. Nei, come on. Við erum ekki af peningum, þessi fjölskylda er ekki af peningum, þannig að við getum ekki farið og keypt íbúður handa börnunum okkar, en þú spyrir, hvernig er þessi markaður? Þú ætlar að vera í námi líka, þú ætlar að gera eitthvað, hvernig er þetta auðvelt? Nei, þetta er ekki auðvelt, það er bara, ég held að sé nokkuð ljóst, sko. En einhverja vinkonum mínir og vinni mín er búin að kaupa sér íbúð, en lang flestir búa bara ennþá heima á sér, sko. En er það ekki vegna þess að sumir hafa efna meira bakland en aðrir? Mér finnst til dæmis þegar maður tala um ungt fólk stéttaskiptingu, maður getur verið að tala við fólk sem er 50 og yfir það bara fattar ekki hvað það er. En þegar maður tala um ungt fólk á 30-aldri og 40-aldri, það veit nákvæmlega hvað það er, þannig að það sér það bara birtast á fasteignamarkaðnum. Já, ég held sko að svona flestir sem einmitt keyptu sér svona fyrst íbúðir eru þeir sem að fá eitthvað skona aðstoð frá einhverjum. Stóð ekkert að því en einmitt. Já, það er bara ekki fyrir alla, sko. Nei. Og þá getur maður sagt, sko, hver er raunveruleg stað, hvar ættum við að vera? Hverjum ættum við í rauninni að vera refsa eða styðja eða kjósa eða breyta? Já, ég meina, ég skil hvað þú ert að meina, en ég skil samt ekki alveg hvað þetta kemur við forsetakosningarnar að öðru leiti en því að við erum bara rosalega til í oft bara eitthvað svona nýtt eitthvað og skoðanakannanir auðvitað hafa mjög mikil áhrif og maður sá í rauninni og sér ennþá að það eru margir sem einhvern veginn mörgum finnst alveg fáránlegt að
að labba úr forsætisráðuneytinu og í forsetaframboð. Það virðist, þú veist, einhvern veginn mörgum finnast það skrítið og þá einhvern veginn er bara hoppað á þennan sem að er líklegust núna til þess að fellan eða eitthvað, ég veit ekki hvað. Ég held að það sé kannski hluti. Að hluta til, en ég held að það sé varðandi Katrínu, þá mörgum sem finnst þetta ekki hægt. Mörgum finnst að forsetinni ekki að vera hluti af svona stjórnkerfinu sem við erum óánægð með. Það eru bara 30% sem styðja þessa ríkisstjórn og bara 20% sem eru ánægð með alþingi og þannig að við erum bara óánægð með þessa drulluklessu sem að, sko, þessi pólitík Þannig að mörgum finnst það bara absúrt að forsetið komi þaðan. Mörgum finnst að hún hafi svikið sína kjósendur og eitthvað fleira og það sé bara absúrt að henni sé lyftu upp. Við sáum það líka í könnunum áður en að þegar við spurtum traust á ráðurum að þá fær hún eitthvað 32% sem en að bera traustur núna 45% sem að bera ekki traustur hennar. Og ég held að sé bara ótrúlega töff að fara í einhverja kosningu með það á móti sér, sko. Því að þóttu eigir þessi 30, þá hvað ætlar að gera það með 40% á móti þér, sko. Það getur orðið helvíti erfið og löng barátta. Ég held þetta hafi teiknast öðruvísu upp en svona hún og hennar fólk hélt, sko. Ég heldur að við reiknum með að koma ofar inn, sko. Já, ég held það. Ég held að þessi staða sem núna uppi hafi komið öllum verulega óvart. Ég held að búist við því að Bjarni Benediktsson er forsætisráðherra. Ég held að það hafi komið hennilega óvart. Ég held að því það spilar mjög stóran stórt hlutverk í því, sko, hvað múrinn varð í rauninni brattari. Af því að hann Sigurður Ingi svona þessi, þú veist, það svona miklu minni ógn í honum. Og það náttúrulega Bjarni með þessa sögu og þetta, þau búin að vera saman í ríkisstjórnin. Bjarni með þessa sögu sem skil, hann nýbúin að röklast úr einu ráðherraembætti vegna, sko, hann endalaust einhvern veginn tengdur og það vildi enginn fá hann sem forsætisráðherra nema örfáðu sjálfstæðismenn. 78% vildi það bara alls ekki. Já, og það allt annað heldur en Sigurður Ingi og ef að Sigurður Ingi hefði komið, það hefði verið miklu meiri, þú veist, þetta byrjar bara svo illa því að VG, þú veist, fór í þetta samstarf og gera það tvísvar og svo fiskveiðistjórnarkerfið, það allt í eins og það og svo lagar frumvarpið, þetta allt núna á móti í þessum gildum VG og svo bara kemur hann hlæjandi þarna, sko. Ég held að það hefði haft mikið að segja líka. En það sem ég vildi segja bara ég var bara að meina, mér finnst það magna að við erum alltaf tilbúin að taka sénsinn þarna eða breyta þarna eða refsa þarna. Við refsum miklu minna, við refsum þetta vinstra fólki mjög mikið, við erum mjög, samfélkingi væri 5% og VG núna fara þarna bara í þetta, Framsóknarflokkurinn hefur farið í svona, en við refsum aldrei þessum, sko, þú veist, sem raunverulega fara á valdi. Það bara hvað fjármálaráðandi búið lengi í sjálfstæðisflokknum og dómsmálaráðandi, ég minna skiljiði, það bara byrja svona, en nú ætla ég að þegja. Og hvað ástæð, þetta kostningar snúa svolítið Katrínu Jakobsdóttur? Já, mér finnst allan svona það sem talað heima og líka bara í mínum nánasta vinahóp svolítið með þetta bara svona að, þú veist, einhverjir, alveg 100% einhverjir sem að styðja hana og svo einhverjir sem ætla mitt kannski að nota þessa taktík að kjósa hann sem næstur henni til að hún verði ekki forseti, sko. Kjósaði ekki Trump. Já, svolítið þannig. Biden náði kjörið með því að vera ekki Trump. Nefnilega, já, svolítið þannig. Þannig að Halla Hrund gæti orðið forseti við því að hún ekki Katrín. Allavega, sko, þú veist, ég þekki fólk sem þú veist, styður hana og mjög flott, en svo líka, þú veist, svona nálægt mér kannski frekar þá til að Katrín verði ekki. Það eitthvað í þessum kosningabaratu þar sem að maður svona, mann stilt upp, að maður þarf að taka afstöð til Katrín Jakobsdóttur. Ekki? Það svona eina spurningunum sem maður þarf að svara. Finnst þér eðlilegt að Katrín Jakobsdóttir verið forseti? Það eiginlega fyrsta spurningin sem í þessu. Alveg ótvírætt, sko. Og það alveg eðlilegt að það sé því að hún auðvitað eina manneskjan sem að fólk hefur fyrirfram einhverja skoðun á. Fyrir auðvitað kannski Ásdísi Rán sem auðvitað stál senunni í kappræðunum á föstaskvöldið.
Við með þetta því þið fóruð í leikhúsið, við byrjuðum að því að horfa á körfuboltaleik og horfðu svo á kappræðurnar. Já, vorum með kappræðurnar í eyranu og leikinn á í skjánum, augunum. sko, já, þannig. Það var þannig. Það er eiginlega lýsið í hvað þessi fjölskylda getur. Þetta er margur þess að verða normal. Og við vorum sko standar og við vorum þar að ekki sko í Budapest. Þetta er mjög dæmigert fyrir okkur, en þú veist, en ég menna svo þetta, sko, er þetta svona, en eins og þú segir, það eru 4 vikur í þessar kosningar, þannig að við vitum auðvitað ekki hvað gerist. Núna eru bara spjótin á milli Katrínar hersins og Hölluhers og sko, getur verið að Baldur rísi, getur verið að Jóngnar fljúi, samfélagsmiðla búblan mín eftir þessar kappræði voru sko, það voru rosa margir allt í ánæði með Höllu Tómasdóttur sem hefur eiginlega ekkert verið að mælast núna lengi eftir kappræðunar. Eftir kappræðunar, fyrir utan auðvitað hvað fólk var ánægt með Ásdísi og Viktor og Steinu og svona, en þannig að Það er auðvitað það, þegar maður hlustar eins og núna, þá er kannski það sem er svona mesta dýftin, svona mörgu leyti, er það sem Steina segir, sko, er að koma með. Það er svona mestu svona, þar eru pólarnir. Svona skýrasta erindið, sko, og Afhverjast í framboði, það er eiginlega ljós með Steinni. Já, og það er mjög erfitt með Jón Gnarr til dæmis. Já. Afhverjast hann í framboði. En sko, svo veit maður þessari Jón. Já. Mér finnst það líka ég veit ekkert mér finnst það svona, og ég á nú svo bara erfitt með þessa þjóðerni svona þetta, þú veist, þegar fólk fer eitthvað út í sveit og er svona einhvern veginn að stilla sér upp og mér finnst svona merkingin, svona, þú veist, svona táknin, þau ræða mig, sko, því ég er svo hræddur við þjóðernis eitthvað, en mér langaði með Ásta Júlía, sko, hefur sko greint þetta svolítið fyrir mig, því ég á þegar tala við, sko, hvernig þau koma fram að því þau nota, þau fara, þau eru fín hérna á svona miðlum, svo koma TikTok miðlarnir, sko, og þar finnst mér greining Ástu Júlíu alltaf best. Já, mér finnst bara svona, ég held að svo lítið svolítið fyrir mig, sko, bara svona, ég vil hafa eitthvað sem er einlægan, ég held að það sé svona skiptið með mestu máli og að því að við tölum Guðna áðan, ég dýrka Guðna, mér finnst hann frábær og mér finnst hann mjög einlægur og ég vil að fórsetið sé einlægur og mér finnst það svolítið birta stundum á TikTok, bara svona alls konar myndbönd, það sem ég bara, þetta er ekki alveg einlægt. Já, svolítið. Er ekki erfitt að vera einlægur á TikTok? Kannski er það mjög erfitt einmitt, en mér finnst það bara svona, þú ert kannski að þykjast að reyna að vera eitthvað sem þú ert ekki. Eins og? Bara alls konar, þú ert kannski að reyna að höfða til unga fólksins, þú veist, ég ætla ekki að vera eitthvað endilega að tala um eitthvað einn eða eitthvað svoleiðis, en að reyna að höfða til unga fólksins með því að gera eitthvað sniðugt og svona sem mér finnst bara ekkert sniðugt, að það kemur svolítið svona illa út eða svona, en alls ekki allir en já, það er svona svolítið það sem að svona nokkrir hafa mist smá rocksti hjá mér allan með að vera svolítið ekki kjánalegir, bara svona ekki eins einlægur ég myndi vilja út af TikTok. Það er alltaf stór hættulegt fyrir fólk sem ekki er ungt að skora stig. Já, það er erfitt, sko. En líkundur að þú skjóti fram hjá eru bara töluverðar. Já, en þú veist, ég held að sé, þú þarft í rauninni ekki að þykjast vera neitt sem þú ert ekki, ég held að það sé svona aðalega það, að vera eitthvað að reyna að tala úlingamálinu einmitt, af því að þú heldur að úlingar, ég veit ekki hvort að þú veist, náttúrulega þegar þú ert 18 ára, kannski ekkert ennþá úlingur þannig, þú ert að hugsa og það þarf ekki að tala við mann eins og maður sé bara krakki til að maður fara að kjósa hann, sko. Ég held að það sé svolítið það. Mér finnst þetta líka, sko, svo var einmitt kom fram í kappræðunum, það var ein mannskja sem að í rauninni var að byrja, ég held að það kom fram þar, eða aðeins áður, sem var að byrja á Facebook núna. Það var hún Helga Þórisdóttir sem var framkvæmdastjóri eða forstjóri persónuverndar, já. Taldi sig ekki geta verið á samfélagsmiðlum út af starfi sínu. Og það er reyndar, við getum alveg talað eins um það, en þú veist, það er mjög erfitt að ætla að fara að tileinka sér allt þetta umhverfi sem að er svona rosalega mikill fjölmiðill. TikTok, YouTube, sem er auðvitað aðeins annað, af því það er bara myndbönd. Og Snap líka. Og Twitter eða X. Nei, það er ekki margir að nota Snapchat. Þú veist, og allt þetta, og Facebook. Útbreiðslan gríðarleg, áhrifamátturinn mikill.
þá mjög erfitt að ætla á 4 vikum að tilengja sér þennan miðil. Já, því þetta kúltúr þarna inni og þú lappar ekki þarna inni. Það bara þannig. Þú veist, þú verður að vita sko, hvaða tungumál þú átt að tala og svolítið svo að sagði, ekki koma að tala við okkur eins og við séum vilsingar, þú veist. Það ekki töf. Mér finnst þessi orðað, mér finnst lýsingin hjá Ástu með þetta, mér finnst það vera svipað inn á svona hjúkunarheimilum. Það sem þú veist, þegar þú kemur á hjúkunarheimili þá alltaf að tala við eins og barn. Jæja Gunnar Smári minn, má ekki færa þér eitthvað? Þú veist, bara, vilt ekki fá þig, Smári, má ekki bæða kaffi? Þú veist, það vantar þetta og þetta kemur þarna. Það einhvern veginn fara til einhver hlutverk, bara svona eru hræddir við þetta. Og ég held að ættu bara að fara rólega það. Ég byrja láta það vera sko og vera ekki að búa til, það líka það, við tókum nú eftir því og ég sem ekki nefna en það var sem að sá alveg, það bara búið að búa til eitthvað aðstæður. Það sem eitthvað barn spurði eitthvað og svona. Já, það var ekki gott. Það var einmitt svona. Viðbröðin svo tannpínu. Það svona einmitt. Það þessi vídeo sem eru ekki, myndbönd sem eru ekki máli, en svo alveg önnur myndbönd sem eru flott og eru kannski bara svona aðalega til að kynna frambjóðendur og alls konar svona og þá eru það myndbönd sem að gætu líka verið á Facebook og alls konar, þau eru mjög flott, þú veist, og það eru margir sem eru að leggja sér mikið fram, búin að ráða inn eitthvað svona samfélagsmiðla stjóra, mjög margir mitt og þá er það bara mjög innlagt og ekkert, það er ekki búið að setja upp neina aðstæður sem að ekkert að gerast. En nú er þetta skipt náttúrulega, það er hópur hérna inni sem er með bara einhverja maskinur, eru með bara þaulvana kosningastjóra og auglýsingastofur sem að hanna allt í drasl. Svo eru aðrir sem að gera þetta bara úr þú nefndir Steinunni Ólínu, hún bara gerir þetta bara úr morgunverðarborðið. Já, hún er með Rúfus sem kosningastjóra, köttin Rúfus. Og það á líklega við fleiri sem að það er alveg á hreinu, þú veist þú. Og svo er þetta náttúrulega líka, svo er þetta svona skemmtanagildi, maður getur nú ekki, það verður ekki tekið af Ástóri, hann er í rauninni þrátt fyrir þessi deprimerandi myndbönd sem sko að þá er þetta náttúrulega stórkostlega skemmtilegt. Þú veist, og haffa þú veist, og allt, þetta er allt á jaðrinum, en þetta, þú veist, hann er auðvitað, maður myndi pínu sakna þess, því hann er búin að vera þarna síðan hvað 96. Þetta væri besta svona raunveruleika sjónvarpið, kosningaskristofa Ástórs, Haff og... Já, það er þannig sko, það er eitthvað svona því svo klif, þú veist, að mynda af þessum rafmagnsbíl þarna og hann búinn að fótósjópa sig inn og það var ekki gert, maður sá að þetta var ekki gert, þú veist, Stefán Snær vinur minn, hann var ekki að gera þetta, það var, hann sjálfur klifti sig bara út dagblæði og setti svona línd inn. Þetta er orginal. Já, algjörlega. Og það eru auðvitað skemmtir, það er sjarmerandi, en svo kemur alltaf þetta, hvað vitlis er þetta? Ég meina lýðræðið, þú veist, þetta er óþolandi, allt og margir í frambóði, en svona er lýðræðið. Það mega allir sem eru orðin 35 ára bjóða sig fram. Auðvitað er þetta flókið að sumir eru atvinnumenn í þessu og með fullt af atvinnumönnum í þessu og aðrir eru ekki í rauninni frambóði með neinar væntingar að enda Bessastöðum. Það er ekki haldið að það væru alveg helmingurinn sem að... Sumir mun eyða 50, 60, 70 miljónum. En aðrir eyða kannski bara 750 skali. Já, en svo var það líka það sem að var hérna í þessum kappræðum. Að það var rauninni bara einn frambjóðandi sem að gat svara þeirri spurningu heiðarlega af einhverju viti. Og það var Baldur. Hann sagði bara, já, við erum hérna með fjárhagsáætlun sem er svona og ég vona við stöndum við það og það er hérna 20 milljónir og við gerum ráð fyrir því. Aðrir voru bara eins og milljónatugir skiptið á ekki máli, sko. Mér fannst það líka svona óábyrgt í rauninni. Á hvað stað ertu þegar þér kemur ekki við hvað aðrir eru að safna fyrir þig prívat og persónulega í þínu ambisjónu. Þú trúið ekki? Nei, mér finnst það bara skrítið. Þessar fréttir sem ég sé tengst þessu var fréttum að Jóngnar og Hallarhund væru á bílum frá Brimborg. Það fengið lánaða bíla sem var skrítið. En skrítnara fannst mér að það var myndir af þeim þar sem stiltu sér upp eins og þau væru að auglýsa bílan. Ég held að þau myndu þurfa að setja þetta bara inn í hagsmunaskrá ef þau væru þingmenn til dæmis.
Þarna var talað þetta bara mikið þau verða að gefa þetta upp, sko. Þetta talað þetta mikið til léttus. Já, hérna Ríkisendurskoðun mun óska eftir að þetta verði inn í kostnaði. Já, þetta er bara styrkur, kostnað, sko. Þetta er styrkur, sko. En það verður þetta... Og er bara ég held að reyndar að það hafa verið, þú veist, þessi bílaumboð voru að styrkja hafa verið í þessu, sko, genu tíðina, sko. Og í þessum kostningum, öllum alþingiskostningunum, það er verið að keyra hérna og það er alls konar bílar. Þetta er náttúrulega... Alls konar skiptidílar. Já. Er það eitt með forstakostningarnar? Því að gamla tala þér. Þetta er pólitík. Samt er þetta svona frekar lítil pólitík, en svolítið mikið persónur. Öfugt að ég býstu að ef þið væri að tala húsnæðismál og svona, þá væri það að tala sko 98% pólitík, 2% persónur. Og snýst þetta allt í henni við. Og stundum finnst manni svona, mér finnst ekki alltaf gaman að tala persónur, sko. Ég er ekki góður í það svona vera að lesa að einhver sé svona þegar maður svona eða... En í forstakostingunum þá er eiginlega aðalrétturinn, forréttur og aðalréttur og desildin eru persónur. Já. Og nú spyr ég til þess að ég ætla að spyrja dóttur mín að því kannski, veist, hvað finnst þér, þegar maður hugsa um þetta, hvað finnst þér eins og völd forseta með það sem þið tala? Þú veist, eins og þið tala, finnst þér völdin þeirra að þið séu með mikil völd þegar þið verða forsetar, eins og þið tala? Eins og þeir tala? Já, eins og þeir tala, eins og þið talað í, eins og þið verða að þetta talað alls konar mál, það er að vera... Já, mér finnst þau tala eins og það hafi í rauninni meiri völd en myndu hafa, ef fattiði mig. Sérstaklega í kappræðunum, ég ástu alveg vera bara rosa mikið að tala mörg stefnumál og hvað þau vildi gera og allt þetta og svo margt sem ég mitt var bara þú veist, ég held að þetta mun aldrei fara í gegn, eða skiljiði mig, þannig að já, þau tala eins og völdin séu meiri heldur en þau eru, sko. Þetta er einmitt að það er verið að tala, það er verið að blanda saman svona einmitt þessu, þetta er einmitt bara persónukjör það hver verður húsbóndi eða Freyja á Bessastöðum. Samt ekki, þegar sumir er að bjóða sér fram og ég talaði við Eirík Inga, hann sagðist alltaf að leysa upp ríkisstjórnina 1. ágúst ef hann er forseti. Arnar Þór líka. Hann er að leysa upp ríkisstjórnina 1. janúar. Nei, ekki ríkisstjórnina, en ég meina hann er að tala bara, hann er í frambóði út af fullveldi og sér ekki fram á að hann vill uppræta allt sem heitir bókun 35 og alls konar svona. Ekki skrifa til einu lög sem koma frá Brussel. Já. Ég meina, það er mjög athyglisvert. Ég meina, hann þekkir þetta. Ég meina, hann hefur hangið í háskóla árum saman og veit út af hvernig þetta er. Mennur hann séttalega þvert gegn það sem hann veit að það er satt? Já, ég meina, hann veit alveg hvert hlutverk og hvar valdmörk forsetans liggja. Er það ekki? Ég myndi halda það. En segjum ég meina, ætlum við að hafa það þannig að við kjósum til þings á cirka 4 ára fresti, einhverja 63 sem að við felum að fari með löggjafarvald og hlutið þeirra með framkvæmdarvald að auki og svo erum við með forseta sem við kjósum líka á 4 ára fresti og hann getur bara annúlerað allt sem kemur frá Alþingi. Finnst okkur það í alvöru eðlilegt? Ef maður pælir í því. Þú veist, við erum með synjunarvald forseta sem var talið dauður bókstafur þá til Ólafur Ragnar neitaði að skrifa undir fjölmiðlalögin eða frumvarpið, lögin og nú finnst mér einhvern veginn eins og þetta sé bara einhver relevant spurning í umræðuþáttum. Hvað ætlar þú að neita að skrifa undir mikið af lögum sem koma frá Alþingi? Já, ég meina, og þetta er bara eitthvað svona sem allir verða að svara. En ef að það væri þetta, en ef að við verum að tala um lausagöngu katta, ætlar þá að skrifa undir það? Mér finnst þetta eitthvað neginn, maður bara... Til hvers erum við þá með Alþingi? Til hvers erum við þá með Alþingi ef að forsetinn ætlar bara að gera þetta allt saman? Þetta er orðið eitthvað bara rosa skrítið. Og ég held að þetta sé kannski eitthvað sem að í rauninni þessir sem hafa nú verið staðið mest í veginu fyrir því að ný stjórnarskrá taki gildi hér á Íslandi og við fáum nýja stjórnarskrá. Að þeir eru kannski, að því það er í svona kosningu sem er svona 12 frambjóðendur, að þá ert ekki alveg viss, eins og þú hafa alltaf verið, hver það er sem þú færð upp úr kassanum og endanum. Það er alveg, þú veist, það er svona meira... Þú veist, þetta liggur ekki, þetta er ekki bara Kristján Eldjárn eða Gunnar Thoroddsen.
svo veistu ok, þetta allt í lagi, sko, fattaru. Svo ertu eða Albert Guðmundsson, Pétur Thorsteinsson og Guðlaugur Þorvaldsson og Vigdís Finnbogadóttir, þetta allt í lagi. Núna það bara alls konar fólk. Hvað ekki lagi? Nei, ég að segja sko, fyrir valdið, ég að segja fyrir þá sem ráða, að þú getur fengið... Það eru bara þó nokkur af það sem að bjóða sér fram gegn valdinu sem og þau líta á það að gegn þingræðinu. Já, þau sem myndu segja eitthvað inn í þáveruna, við erum bara lent með þingræðið í bara ógöngum. Þar inni bara eitthvað ráðherraræði og framkvæmdavaldið hefur þingið undir hælnum og ég ætla að bjóða mig fram og ég ætla að hrista upp í þessu. Það er enda mjög gott að því að við erum þetta, vand Íslands er náttúrulega fyrst og fremst að þetta er einskipa stjórnvald sem að það eru ráðherrar sem ráða í og það er ekkert borð eins og kom nú fram í þessum landsdómsmálinu landsréttamálinu að þá kemur þetta í ljós hvað þetta er við erum landsdómsmálið og Geir og þú veist, auðvitað ætti ríkisstjórn að bera kollektíva ábyrgð á hlutum og þannig þá yrði þetta svolítið kannski eins og sivilæst samfélag að það er ekki bara, nei, þetta er bara fyrirgjöð, ég ber ekki ábyrgð á þessu, ég er bara forsætisráðherra og það sem að innviðaráðherrinn að gera eða dómsmálaráðherinn gera, það varða mig ekki og þetta er auðvitað það sem er og ég skil vel, en ég er að segja með valdið, þá er ég að tala að ég held að það svitti margir að því það er náttúrulega búin að nota þetta, hann kveikti bara á þessan Ólafur og eins og Helga var að benda á að það er þetta, forseti getur bara bara sett ný lög, sko. Hefur, það er ennþá, það er aldrei verið gert, en það er samt alveg Já, ég meina, hann getur líka bara ákveðið að saksókn falli niður á einhvern ákveðin. Meinar að forseti gæti setja heima á sér, skrifa ný lög, skrifa undir þau og eru þá lög? Já, hann getur gert það, hann getur sett bráðabirgðalög, en hann getur líka tekið ákvörðun að saksókn falli niður á einhvern ákveðin einstakling. Að ákveðin lög bara eigi ekki við þig núna. Það er búið að gefa út ákæru og hendur þér og þá getur Guðni T.H. Jóhannsson núna sagt bara nei, Smári, hann er nú svolítið gútt í gæi. Ég bara hef tekið ákvörðun það, gjört á Bessastöðum 8. Maí að saksókn falli niður. Ég held að Bandaríkjanna hafi Nei, menn að fórseti Bandaríkjanna, já, en þetta er í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. En Bandaríkjamenn hafi þetta og hafa haft þetta lengi. Já, við erum auðvitað búin að vera með náðunina, svo sem, og það er svona auka, en sem hefur lítið úr nótu. Ég man að Kristján Eldjón, hann náðaði landhelgisbrjóta, en ég man ekki hvað aðrir hafa náðað. En það var hefð þegar að var komið nýr forseti, að hann náðaði einhverja. En þetta er einhvern veginn það er náttúrulega ég meina, við getum alveg fengið forseta næst sem að tekur bara ákvörðun að virkja þetta alveg eins og Ólafur Ragnar virkjaði neitunarvaldið og hann var þó Ólafur Ragnar búinn að kenna það í stjórnmálafræðinni að þetta væri dauður bókstaf þetta lýsir þetta Ólafur mjög vel En Ásta, finnst þér að þau séu að halda því fram að þau hafi eitthvað vald sem þau hafi ekki eða eru þau ekki bara að bjóða sér fram að segja ég ætla að taka meira vald það er skekkja í íslensku samfélagi það á að vera þrískipting valdsins dómsvald og framkvæmdavald og löggjafavald og forsetinn er hluti af framkvæmdavaldinu og ég vil gera eitthvað sem að veldur því að þetta samkrull ríkisstjórnar og alþingis hafi minna vægi að það kemur ekki almanna vilji út úr þessu og ég ætla að breyta hér aðeins til þess að bæta Íslands samfélag með því að auka völd forsetans. Er þetta ekki lógísk afstaða frambjóðanda? Jú, eða þú veist, mér finnst alltaf í kappræðunum, ef við tölum aftur þær, að þá náttúrulega voru tveir sem að bara gáfu tölu að prósentu ef 10% var það Viktor sem með 10% eða Ásdís 10 og Viktor 15 eða eitthvað en Viktor var með 10, ég man eftir því að segja það 10% það er í nýju stjórnarskránni 10% að þá myndi hann alltaf vísa til þjóðaratkvæðagreiðslu en það voru einmitt að því að fyrst að þú sagðir að það væri hægt að búa til lög hann geti búið til bráðabirgðalög sjálfur bara þú veist, myndi hann þurfa að vísa því til þjóðaratkvæðagreiðslu eða er það bara lög? Nei, en bráðabirgðalög eru reyndar með því formerki að Alþingi þarf að staðfesta þau við fyrsta mögulega tækifæri. Já.
Þannig að hann væri að setja bráðabirgðalög einhvern tíma þegar Alþingi er ekki að störfum, einhvern tíma þegar það er sumafrí eða jólfrí. Svona Jörundur 100 daga konungur. Og þá getur hann að tekja bara ákvörðun að setja bara einhver lög, ég meina, hann getur sett bara verkfall á Erum við ekki sammála því sem það 10% er svolítið láttala? Nei. Ekki að það er þjóðaratkvæði, svo það eru náttúrulega á meirihlutanum þar. Þá kemur, ég held að það sé reyndar bara mjög góð, það er þetta í stjórnarskránni 9, það er gott ef þú veist, ef maður komið 10%, þú veist, það er þá 30.000 manns. Hvernig mælur það í skoðanum? Bara inn á Ísland.is sem að krefjast þess. Já, bara svona eins og undirskriftalista. Eins og með Bjarna Ben, það eru hvað margir, 50.000 sem vildu ekki hans sem. En hvernig geti fórsetir núna, ef að einmitt við tölum þetta, það voru 50.000 sem skrifu undir hérna. Hann getur ekki gert því. Hann getur ekki gert því, þannig að það þurfti alltaf bara að vera einhver lög. Já, en svo bráðabirgðalögin þá eða? Hvað getur hann gert? Hann getur, já. Nei, hann getur bara sett bráðabirgðalög, hann þarf ekki að vera með ráðherra. Hann gæti sett bráðabirgðalög og sagt að þessi maður getur ekki verið fóstráðherra, það er bráðabirgðalög og ég ætla að vísa og svo er því vísa til þjóðurna. Eiríkur Ingi, sem er rafvirki og sjómaður, heimtur og helju, hann sagði alltaf að boða til ríkisráðsfundar og vísa þessum mönnum út úr ríkisráði. Því að ríkisstjórn var ekki til, en það myndi vísa út úr ríkisráði. Það myndi taka af þeim, gefa það síðan þingflokkurum eitthvað svona umsóknum tíma í 1-2 vikur til þess að svona sætta sig við breytt valdarhlutur í íslensku samfélagi og svo myndi hann skipa nýja ríkisstjórn. Og þá gæti þingi komið saman og sagt ef að 2/3 hluta þingmanna vilja setja forstana af, að þá verða að vera atkvæðagreiðsla og þá mun það bara komið ljós hvort samfélagi vilji hans leið eða þingsins og annarkvort vinnur hann eða þingið. Ef að þingið tapar þá verður að kjósa til nýtt þing, ef hann tapar þá verður bara að kjósa nýja forsta og er þetta ekki bara fínt? Þetta er ákveð Þetta er ákveð pönk í þessu. Hann reyndar er ekki mikið fylgi samt sem aður, þrátt fyrir þetta, en þetta er auðvitað, það er samt alveg rétt, sko, því að hitt eru þetta, þú veist, þegar við erum að skoða hver er að bjóða sig fram, þeir eru með þarna, eins og þú segir, 50, 60, 70 milljónir á bakvið sig til þess að verða forseti sem að er og sinnir, þú veist, þessu hlutverki sem er mjög passíft í sjálfu sér, að vera bara þarna á Bessastöðum og gegnir henni, þú veist, stjórnarmynduna viðræður er bara, ég er ekkert forsetin, þú veist, það er rosa lítið, hann kemur aðeins að því og eitthvað svona og taka á móti fólki og passa sig að stuða mjög lítið og þá er maður veltaði fyrir sig hvort að þetta sé hitt sé ekki svolítið ferskur svona og kannski eins og ég sagði með Steinu og hún sé svona, þú veist, feskast í svona andvarin í þessu. Hún er í þessu liði. Já, en hún kemur svona, þú veist, það er svona já, Eiríkur, mér finnst hitt bara svona meira svona ekta svona kallavald, eitthvað svona, kallar taka sig eitthvað svona, ég ætla bara að gera þetta, það mér finnst, það er það sem ég finnst. Mér finnst hennar afstæða, kannski er hún bara, hún er feministkari, eitthvað neginn, þó hún sé ekki, hún er ekki upplýst, hún er svona öðruvísi því líka, að það er öðruvísi sem að hún presenterar þetta, heldur en þeir. Þeir kom alltaf einhvern veginn hvað þeir ætla, þú veist, ástór alltaf bara, það er friður í heiminum. Ég ætla að kalla í Pútín. Það er alltaf eitthvað svo stórt, eitthvað svona og eins og það hafi ekki talað við neitt, sko. Nei, þetta er svona klassíki kallakallar, hvort hann talaði við eitthvað, því að við upplifðum svolítið að hann hefði bara farið og hugsað sinn gang og komið svo fram, ég er búin að sjá það hvernig Íslands samfélag ætti að vera og þetta verður cirka svona og þeir getur kosið með þið viljið það. Þannig þetta er svona svolítið svona þetta er bara svona klassískt, þú veist, Móses fyrir á fjalli og tala um Guð og segir svo bara líðinu hvernig þetta á að vera og það er mjög kallalegt. Móses var þetta alveg frábær leiðtogi. Því að þegar hafið klofnar og hann stendur og hann segir komið með mér yfir og það eru bara þvernýft sjór sikkur megin og fiskar að sprikla þarna og hann fer og fólki eldir hann. Þetta er ótrúlegur. Þetta er alveg leiðtogi. Þetta er alveg leiðtogi. Það tekur sénsinn. Já, en ástæðulega, þetta með að það koma fram og það eru, það er eiginlega Viktor og það er Eiríkur og það er Steina og það er Arnar og sumiliti Ástór sem að stilla sér svolítið upp á móti kerfinu sem við höfum
og það er náttúrulega ekki tilviljun það gerist, því að við sjáum það alveg annars staðar að það er ekki mikil trú Íslendinga á þjóðþingið, á ríkisstjórnina, á stjórnmálaflokkana. Þannig að einhver leiti er þetta fólk að svara einhverju, þetta er ekki bara, þeir fóru ekki upp á fjallið, sko. Nei. Þetta er líka... Nei. Þannig að... Já, mér fannst allavega svona kannski eftirminnilegast ef við tölum aftur kappræðunar, það er svona það sem ég er mest búin að fylgjast eða fylgdist svona mest með það sem ég sá svona eins og Viktor til dæmis bara í fyrsta skipti, að mér fannst mjög flott þegar hann sagði, þú veist, að þegar hann fór að tala það að hann að það væri náttúrulega partur af Íslandingum sem að væri ekki með neitt fulltrúa á Alþingi, því að þeir sem að hann flokkun sem hann kaus fær hvað minna en hvað er 5%, það ekki, og þá bara fær hann enga fulltrúa og mér fannst það eiginlega að vera svona hvað best sem að allan ég tók út úr þessum kappræðum sem væri svona hvað nauðsynlegast kannski veit ég að breyta það er alveg, auðvitað þú hugsar það að vera með, við erum með þú veist fulltrúa, við erum að kjósa okkur fulltrúa og þá er svolítið skrítið að það sé hluti af Íslandi sem að er ekki með neitt fulltrúa þú veist, og ásvo einhvern veginn að treysta einmitt á þetta fólk sem að kausa ekki, ég fattiði mig. Sólstæðarflokkurinn var með 4,1% fylgi í síðustu kosningum, hefði náð þingmann inn í Danmörku, Noregi, Svíþjóð, Finnlandi, Færeyjum, Grænlandi, allstaðnum á Íslandi með þetta fylgi. Mesti munurinn var 2013, þar sem að voru held ég 8 þingmenn að lágmarki sem að voru utan þings, flokkur heimilana hefði náð, lýðræðisvaktin, með þess að hægri grænir hefði náð inn í flestum nágrannlöndum okkar og þetta fólk fær ekki fulltrúin á þing og algjör eyðilegging á þinginu 2013 því að þarna var möguleiki að ná svolítið svona stjórnmálagerjun eftirhrunsáruna inn í þingsali en það var bara náðist ekki. Og svo margir, það dreifðist svo. Já, dreifðist svo mikið, þannig að Píratar var það ekki líka regnboginn var með minnst að þessu þingi, sko, ég held að þeir hefur kannski náð inn í Hollandi. Þetta voru mjög margir flokkar. Ég spurði Viggo á þessu, byrju en er ekki lausnin bara að afnema hana 5% þorskuld og þá sagði hann, já, forsetinn hefur ekkert valdið þess. En hann gæti neitað að skrifa undir lög nema að það væri viðbættur meirihluti á þingi að teknu tilliti til þess að þeir sem ekki ættu sér fulltrúin á þinginu væri raunverulega á móti viðkomandi máli. Það var hans hugmynd. Mér finnst þetta mjög góð, þú veist, þetta upplifðu þú og þegar maður upplifðu þetta óréttlæti sem að hefur alltaf verið, þú veist, við þegar ég er rétt, það er meira efri deild og neðri deild í íslenska þinginu á sínu tíma þegar ég er svona alast upp og þú veist, í rauninni helmingaskiptin eru mjög skýr og þú veist, Hallinn, þú veist, Kristinn H. Gunnarsson kemur á þing með 200 atkvæða Vestfjörðum, sko, meðan einhver Reykvíkingur var, sko, með 2000 á bakvið sig, sko, og það gerist en þetta bara 90, eða hvað, 91, ég held að Kristinn hafa komið inn með svona ótrúlega fá atkvæði og þetta hefur verið þessi, þú veist, en svo er öðrum ítt alveg út, skilur, sem eru kannski með mörg þúsund atkvæði og er ekki með einn þingmann og og þetta er þetta, það að þú sjáir þetta og þú veist, og bara vola þetta skrítið en hvað er þetta? Þú veist, þetta er þetta vald, menn vita að það hentar þeim sem eru alltaf í kringum 20% og hentar það mjög vel að þú sért ekki á þingi, skilur, flokkurinn þinn eða flokkurinn þinn. Það hentar þetta mjög vel. Við þurfum að ræða kjördæmaskipanina við eldhúsborðið næst. Já. Af því þá fyrst verður brjáluð. Þegar þú heyrir. Ég veit ekki, ég kann ekki tala. Ég er bara að tala um úthlutun þingsæta og það, sko, ég er ekki að tala um skipanina. Nei, ég er að tala um úthlutunina því að hún við rættum það samt í síðustu kosningum, sko, þannig að ég veit alveg hversu galið það er. Þú man alveg eftir þínu, þá er þeirra Helga var að fara á þing og það eru, þú veist, það eru þúsundur atkvæða sem og þá vantar, skilur, og þó eru aðrir með 2 fulltrúa sem eru bara með jafnmörg atkvæði. Það er þannig að ég veit allt um það, sko, ég er búin að heyra þetta. Og líka reyndar opnuðust augu margra þarna út af talningaruglinu í Borgarnesi, þá er allt í nú sem að hringja ekki að fór í gang. En Bjarni Ben, hann vill breyta kjördæmaskipaninni, hann vill fjölga kjördæmum og fækka þingmönnum í hverju kjördæmi.
af því að honum leiðist að þurfa að mynda 3 flokka ríkisstjórnir og til að vera meiri möguleikar á því að við hefðum bara 2 flokka alltaf. Já, það væri kannski bara 2-3 þingmenn í hverju kjördæmi. Bara svona svo í Bretlandi eða svona. Já, þannig að þá myndi það leiða til þess að það væri hærri þröskuldur í hverju kjördæmi að ná kjördæmamanni inn. Já, og þar að leiðandi myndi atkvæðin. Kannski bara 1 flokkur í ríkisstjórn. Já, svipað er í Bretlandi, það sem einmenniskjördæmi, það sem að flokkur getur fengið 40% og náð kannski 60% þingmanna. Það er bara út í hött. Út í hött. Og það eru þetta bara andlýðræðislegt og menn eru allir, það er allir að tala í Bretlandi, þá talar fólk að þetta í rauninni, fólk talar þetta, þeir sem eru með með fullu vitiðar, en vandin er bara svo erfitt að breyta því þegar það er alltaf flokkunni sem með 20% er þar með 40% eða fær miklu meira, þá hefur hann alltaf hann vill aldrei breyta. Hann vill ekki breyta, sko. Gríklandi fær sá sem er efstur, hann fær 50 þingmenn í bónus. Nákvæmlega. Það er alveg svakalegt, en það er alveg agalegt. Herðu, Baldur byrjaði vel og hefur svolítið síið. Haldið að ef að hugmyndin er svo svona, þetta sé kannski í keppni verður milli Katrín og einhvers annars, að þegar að Halla Hrund rís upp, að þá að svo eða öllu heldur getur sagt að Baldur komist ekki hærri en ákveðið af því að hann er samkynhneigður. Ég myndi ekki afskrifa hann alveg strax. Það er ennþá það langt til kosninga og við fengum fyrstu kappræður á föstudaginn var. Þetta hefur verið svona 1 og 1 viðtal, þannig að ég er ekki alveg viss að við eigum að afskrifa hann strax. Mér finnst það fínn í kappræðum, eða ekki? Hann var svona sjálfsörgur og mér finnst hann að vera fínn í þessari kosningabaráttu. Það finnst mér líka. Hann er rosa vel undirbúinn og virðist vera bara sjálfstraust og svona spirit í honum. Já, hann átti nokkra mjög góða spretti en sko ég er ekki viss að Halla Hrund haldi þessu alveg út. Ég er ekki endilega viss það. Guðni var auðvitað með sko 60% á sama tíma síðast. Og náði að landa 44. Já. Þú veist, hann segir niður rúmlega 20% að síðustu 2 vikunum, sko. Ólafur Ragnar byrjaði með 61, held ég, og landaði eitthvað svipað, 44 með eitthvað. Já, þannig að ég held að við munum sjá rosa mikla hreyfingu. Í dag í einhverju könnun að þá voru í rauninni Katrín og Baldur með svipuðu róli. Það er ekki margtækur munur á milli þeirra. Það var í síðustu konun líka í höfðum. Þannig að hann virðist hafa aðeins hækka núna bara á síðustu dögum. Það getur allt gerst og það er líka skemmtilegt fyrir svona nörda. Ég held að þetta, sko, greining mín á þessu er að mér, sko, í rauninni ég held að Halla græða á því að vera sem minnst Halla Hrund, að vera sem minnst í svona með öðrum í þessu kappræðu fórhóli, að því að hún er ekki held ég sjónvarpsvön og hinn, og erindið hennar er ekki jafn skýrt. Það er svona, þessna held ég að það sé taktískt myndi ég reyna ef ég væri að vinna, nú ætla ég bara að vera pínu harður, en samt sem áður, það er bara pínu raunsæi hjá mér, að það, þú veist, að fólk sé að tala um hana, en hún sé ekki mjög víða, að því að hún skoraði greinilega ekki, því það var ekki mitt mat, það var bara allir sem að tók, hún var ekki nefnd svona, og fólki fannst ég að hún var stressuð og kom með þetta strax. Hún var náttúrulega stressuð. Já, og það er skiljanlegt, en ég held að hún skilur, þegar fólk í rauninni, þú veist, það vissi enginn hverju maður í rauninni, það var eitthvað 1 myndband og ávill að kjósa hana, skilur, og það er, þessna er bara gott að halda því þannig. Þessna hefur hún í rauninni, hún þarf eiginlega, þetta er eiginlega kannski, eins og Helga var að segja, það er of langt í kosningar. En hvernig ætlar að koma inn í allar þessar vikur og hún á bara að vera eins og svona vorið, eins og svona eitthvað sem gæti orðið, en hún má ekki segja neitt. Þú varst að segja hún er óljóst í erindinnar, þarf hún bara að koma sér upp í erindi í kostingunum? Ég er ekki viss um það, því það er, og það var líka með Guðna, það var alltaf verið að gera Guðna einhverju sem að var ekki,
og það var leið og það, eins og Ásta lýsti hérna á hann með þetta óeinlagnina, því ég sá bara Guðni stífna alltaf meira og meira upp í kosningabaráttunni, sko. Eftir því nær dró. Og þá voru svona myndir á hann sem voru uppi, þessi með Guðni myndi aldrei taka svona mynd, held ég, hann og Elís, eitthvað vatn, eitthvað svona mjög sérstakt. Og þetta er svona þegar auglýsingarstofurnar taka yfir og ætla að gera, ætla að láta, þú veist, það er frækt dæmi Mogens Glistrup í Danmörku. Hann kom frá Bornholm og talaði, þeir sem þekkja vita, Bornholmska er ekki fallegasti dialektin í Danmörku, þó hann sé bara fallegur fyrir Bornholmara. En hann var í Kaupmannahafnarháskóla, var skattafræðingur og hann var alltaf að reyna að tala og þau voru að reyna að gera eitthvað sjónvarpsþátt með honum. Og það gekk eitthvað illa og hann var alltaf að reyna að vera, þú veist, svona að tala, svona flott mál, vera eitthvað annað. Svo fóru þeir á krá og þeir fengu sér 2-3 bjóra og kvikmyndakrúa með og bara að tala við hann og þá bara slefti hann svona og bara fór hann að tala bara eins og hann talaði. Og þá sagði þau bara, ertu nákvæmlega svona? Og Mogens Glistrup, þið vitið alveg, sagan er það, hann varð bara mjög stór stjarna, en alltaf hræðileg pólitík. Ég er ekkert að fagna þinn. Það er þetta sem að ég held að... Einlægnin. Já, einlægnin sem á... Ekki leika eitthvað annað en sem... Nei. En það er náttúrulega það sem er kannski óbærilegt við þessu kosningar, ef við tölum það geta verið skemmtilegar. Það er að maður að horfa á fólk leika eitthvað hlutverk sem á að vera forseti, sem er svo raunverulega hundleiðilegt, eitthvað svona sameiningatákn sem að þýðir það að þú styggir engan einhvern veginn, þú talar svo loðið allt að það skilur þig nú enginn. En það er kannski bara líka verið að spyrja einhverja spurningar sem að kannski forsetinn á bara ekkert vera að svara. Eða þú veist, ef maður pælir í því, ég meina ég veit það ekki, ég veit það ekki. Nei, ég bara, þetta er bara svona pæling, sko. Að þú veist, á forsetinn að hafa, jú, ég meina skoðun, hann á að hafa skoðun. Ég hef talað við frambjóðunar og ég talaði líka við alla frambjóðunar sem vildu vera biskup og ég nýtti tækifærið og þá talaði bara við fólk sem eru áhuga á samfélaginu og notaði samtalið til þess að tala bara um samfélagið. Hvað er að í samfélaginu, hvað getum við hægt að betra, hvers vegna er þetta svona hjá okkur og mér finnst þetta að vera bara áhugavert samtal. Það er áhugavert, sko. Já, en það mér finnst það ekki ná inn í þessar umræður. Nei. Það er svolítið gengið út frá því að hér sé allt í lagi. Við eigum að gangast inn í það, af því að akkur ætlur að forsetið vera eitthvað að. Þannig að allir þurfa að mæra svolítið eins og það sé allt svo frábært hjá okkur og ég held að það sé bara erfiður staður og svo er allir að leika samningatáknið. Já. Þess vegna er kannski svona gaman að hafa þau 3, 4, 5 sem eru bara ekkert í því. Það var mjög skemmtilegt í síðustu kosningabaráttu, þá var skemmtilegasta kryddið var Elisabeth Jökulsdóttir, sko. Hún var skemmtilegt krydd af því að hún kom með marga frábæra punkta og það lífgaði upp á því að það voru allir einhvern veginn, það er allt undir hjá fólki líka. Þetta er svo, maður finnur alveg, það er allir hérna. Svo stu þetta með Davíð sem var auðvitað bara sorglegt og hérna öll þessi allt í kringum það og allir með allt undir og einhvern veginn og leika eitthvað og svo kemur bara Elisabeth og svona halla sér fram og segir bara þetta er óbærilegt eða eitthvað, þú veist, þessi staða hérna, þetta er óbærilegt að hlusta á þetta eða þetta er rosalega vel sagt hjá þér einhvern svona rósa fólki bara svona random í ykkur umræðu eins og Steina hefur að gera líka rósa fólki og greina stöðu ég kann vel við það en hitt er alveg rétt hjá þér þetta er Steina hefur verið nefnt hérna oftar heldur en flestir og þá er spurningin hérna þegar við verum að akkur þú ert að reyna að ráða í það akkur gengur öllur hund svona vel akkur gengur Steinu svona illa að laða til sín atkvæði. Hún er mjög umdeild Steinu, hún er bara þú veist og það eru þetta þeir sem eru hræddir og hún hefur náttúrulega farið oft gegn valdinu og talað mikið og ég man líka bara alveg svo þegar Andri Snær var í þessu sem er nú miklu í rauninni minna umdeildur þannig séð sko að þá kom maður að tala það er svona fólk hérna sem er svona ráðandi fólk í samfélaginu í alls konar lög en það verður aldrei það er bara við pössum upp á það verður að vera einhver stofuhæfur Já. Sem er svolítið sorglegt Stúren Já, eftir kosningarnar snúast það að sko að þjóðin fengi forseta á móti þessum sem er alltaf að segja okkur hvernig Já, þjóðin, já, en ég menna þetta fólk hérna sem að tala svona eru þetta hluta þjóðinni Þetta fólk fekk að senda fulltrúa í Eurovision í gær Já Það er ekki alltaf Það er bara þannig Orðu við á Eurovision? Nei Herðu, hvað er þetta korfbóttanum?
Það er bara sumafrí hjá mér núna allavega. Já. En já, en annars bara... Úrslitakeppni og við erum að horfa á alls konar lið. Kallarnir í Valir allavega, þeir eru ennþá að spila, þannig að við vorum að leika í gera, það er mjög gaman. Fasteignafélagið. Já. Fasteignafélagið, við syngjum það sjálf. Já. Það er allavega eitt af það segjum Val núna, það er fasteignafélag, en það er fasteignafélag fyrir kvenna og kallalið þá. Ekki bara kallalið. Já, það er jafnrétt inn í... Já, það er svona, já. Þetta er... Já. Og eru með kvenna og kallalið í efstu deild í öllum 3 boltaíþróttagreinunum. Þú spilar ekki körfubolta það? Nei, það gerði hún ekki. Þú hefur verið settur í körfubolta. Jó, ég var fyrstu svona þangli á 12 ára, þá fór ég í vitleysuna og misti svolítið, en ég fór aftur inn í það svona sem gamall maður. Þannig að Ásta og Júlí er að lifa þína drauma. Já. Og Arnaldur. Arnaldur líka, já. Þau lifa okkar drauma. Þú finnur þau fyrir því? Nei, það er ekki svona á síðkvöldum að ef ég hefði ekki farið út í óregluna alltaf 12 ára, þá hefði ég verið. Ég held að sé eiginlega stærri draumur bara að við séum í körfubolta heldur en nokkuð til mann hann sjálfur, sko. Þú veist, ég held að skipti hann miklu meira máli, sko, að horfa okkur í þessu bara. Já, það er ekki, ég lifið þetta ekki í gegnum, þau eru bara við. En ertu búin að vera á hliðarlínunni síðan að hún var lítil stúlka? Já, alveg. Og bara þau bæði. Ja, og hefðan þau sig á hliðarlínunni. Það er mikið talað um foreldravandamál í íþróttum. Þau voru aldrei eitthvað, sko, jú, ekki eitthvað þegar maður er lítill, það var aldrei eitthvað svona vera, þú veist, á okkur minniboltamótum eins og maður sér núna, sko, en ég man vel eftir þegar pabbi einhvern tímann, sko, voru ekki í Makedóníu? Jú. Við vorum í landsliðsferð, ég var að spila með U18 held ég, og ég fékk tæknivillu, sem er þess að villa sem að fyrir það að ég fekk þess að villa á mig og ég kastaði boltanum svona aðeins of langt frá dómarunum þegar ég var að senda á hann og þá fékk ég tæknivillu og það var villa númer 5 hjá mér og fyrir þá sem veit ég körfuboltareglur að þá má ég ekki spila meira, það er rauninni bara eins og rautt spjald nema það hefur kannski ekki eins mikla afleiðingar, þú veist, þannig þá má ég ekki spila meira í leiknum og pabbi var svo brjálar, hann barði hendinni í stúkuna og hann var bara, þú veist, slasaður í langan tíma eftir það. Já, en ég er landengan eða... Nei, ekki aldrei svoleiðis. Nei, en þetta var samt, ég er mjög heitur. Þetta var stjórnlaust óréttlæti sem dóttiðin var fyrir. Já, hún var fyrir stjórnlaust, hún var því þessi stelpa hérna, það er bara því sem þekkja hana, hún fær aldrei tæknivillur. Nei. Ég held hún að fengi 2 ævina, sko, þetta, og báðar bara villisa. Já. Af því hún er prúð. Ég er mjög prúð. Hún er prúðar. Nei, maður. En hitinn við kvöldverðarborðið, er það meiri í íþróttunum heldur en í pólitíkinni? Já, miklu meiri. En það er það sem eitthvað skiptir raunverulega máli. Já, við erum samt svo rosalega sammála yfirleitt alltaf allt, þá líka körfubolta. Og þannig að það verður ekki mikil hiti, sko, þú veist, að móti hvert öðru, en kannski hiti yfir einhverju utanakomandi, kannski, þar sem við erum sammála um eitthvað óréttlæti, þá annarkvort í körfuboltanum eða í pólitíkinni, sko. Það er svona samfélagslega réttsýn, eða ekki? Mjög. Og þetta líka íþróttaréttsýn við þetta höldum okkar Vali, eins og ég segja. Ég heldum með Þrótti Vogum í vetur. Já. Við heldum með Káur líka. Við heldum með Káur, hún kemur náttúrulega Káur. Já. Kemur upp á Káur og spilaði með Vali. Já, það er ótrúlegt. Káur voru ekki... Ég mætti nú bara svona góð saga. Að því ég byrjaði körfubolta í Káur, því ég verið alltaf á Vesturbænum, sko. Og ég byrjaði bara út af vinkonum minn og allra æfa og svo fekk ég, sko, svona fótboltatreyju, Vals fótboltatreyju í afmælisgjöf, mér langaði mjög mikið í hana þannig að ég mætti bara henni á æfingar, sko, bara Vals treyjunni á Káuræfingar og var alveg bara, ég var ekki Káuringur þarna, sko, en svo þetta, þú veist, var ég alltaf Káuringur líka en Valsari í blóðunni, sko. Heyrðu, takk fyrir að koma hingað, Helga Vala, Ásta Júlía og Grímur. Takk. Og gefa okkur sín í svona hvernig rættum samfélagsmál heima ykkur. Við þakkum fjölskyldunni og öllum gestunum sem að hinga komið í kvöld. Kærlega fyrir komuna. Ég þakka Birni Þorláks fyrir hjálpina við að
hald úti viðtölum kvöldsins og Pétri og Laufeyju fyrir að taka upp og dreifa og ykkur sem að hafi staldrað hérna við og hlustað og breytt þessu samtali okkar í galdur sem að fjölmiðlun. Þið getið hjálpað okkur, eins og ég hef bent á áður, með því að segja vinum og vandamönnum frá efni og samstöðun sem ykkur líkar, þannig styrkist samstöðin, þannig styrkist dreifi kerfið okkar, verður langdragnara. Þið getið bent á að efnið okkar má finna á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðvarpssveitum, í útvarpinu 89,1 á höfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þær útvarpssendingar í spilarann og hlusta á samstöðuna hvað sem í heiminum. Annars vegar netinu, spilari.is, eða með því að hlaða spilarannu niður í síman og þá hægt að hlusta á samstöðuna á reyndar allar íslenskar útvarpsstöðvar, hvað sem Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við síman. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni, kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efnið frá samstöðunni. 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ásins hring, samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðurinnar. Þið sem að viljið efla samstöðun enn frekar geti gert áskrifendur. Það eru þeir sem eru lykillinn að því að samstöðun hefur náð að styrkjast og eflast á undanförnum mánuðum og misserum. Þið farið þá inn á samstöðun.is, það hnappur sem ástendur áskrift, þið getið skráð okkur fyrir 2.500 krónum. Það grunn áskriftin, þið megið borga meiri þið viljið og þið sem kjósið getið látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem við sjáum hér og heyrið í boði áskrifenda og við þökkum þeim kærlega fyrir. Það uppstilningadagur á morgun, það frídagur, við ætlum að ekki hafa rauðaborðið þá. Við munum endursýna gott efni hér allan morgundaginn. Ég verð hér næst á föstudaginn, þá vikuskammtur klukkan 16, klukkan 4 síðdegis, þá koma hingað í stúdíóið 4 einstaklingar sem að munu fjalla fréttir vikunar. Reynslan sú að spjallið í vikuskammti verður líflegt og fjörugt, hvet ykkur til að fylgjast með því, en segi bara góða nótt og hafið það gott á morgun. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.